og settur fundur bæjarstjórnar Akraness númer 1312. Mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir starfi forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Rakel Óskarsdóttir, Bára Daðadóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar B. Sæmundsson, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson og varabæjarfulltrúi Karl Jóhann Grens situr fundinn í fjarveru Söndru Margrétar Sigurjónsdóttir. Og einnig sitja fundinn, já, og best að taka það fram. Þetta fyrsti bæjarstjórnarfundur Karls Jóhanns og hjartanlega velkomin til hamingju með það. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri situr fundinn einnig og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Hann sér ritun fundargerðar. Tveir bæjarfulltrúar, Bára Daðadóttir og Kristinn Hallur Sveinsson taka þátt í fundinum gegnum fjarfundabúnað. Og við erum enn í nálgunarbanni, þannig að við höldum þeim höfum þann hátt á að við sitjum hér vítt og breitt með 2 metra millibil alls staðar á milli manna og bæjarfulltrúar tala úr sætum sínum og kom ekki í ræðustól. Áður við göngum til dagskrá og þá vil ég óska eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar númer 696 frá árinu 2013 að tekið verði inn mál með afbrigðum. Það hefur málsnúmeri 2004-169 aðalskipulag og deiluskipulag vegna skógarhverfis áfanga 3A og 3C skipulagslýsing. Eitthvað sem hreyfir andmælum við því að þetta verði tekið inn á dagskrá. Svo ekki og málið verður þá númer 8 í dagskránni. Upp og sí. Við erum að finna þennan leynisíma eitthvað staðar. Þetta komið. Þá göngum við til dagskrár. Já, það víst, áður við gerum það. Það víst ekki nóg hjá mér að spyrja andmæli. Ég verð að bera það undir atkvæði fundarmanna hvort að þetta mál fyrrgreint verði tekið inn á dagskrá. Þeir sem samþykkja það að taka þetta mál inn, þeir skulum gefa merki, það samþykkt með öllum atkvæðum. Þá förum við í fyrsta mál, í raun og veru fyrsta til 4. mál, en ég sem sagt legg fram þá tillögu að dagskrárliðir númer 1 til og með númer 4 verði ræddir saman og að gerð verði grein fyrir umræðinu í bókun undir dagskrárlið númer 2. Þó að hvert og eitt mál verði síðan eðli mál samkvæmt afgreitt sérstaklega. En fyrsta mál hefur málsnúmeri 20.04.032, það ársreikningur 2019 ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit. Annar fundarliður hefur málsnúmeri 20.04.036, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2019 A-hluti. Þriðji fundarliður hefur málsnúmer 20.04.035, það ársreikningur Akraneskaupstaðar 2019 B-hluti. Og fjórði dagskrárliður hefur málsnúmeri 20.04.034, það ársreikningur Akraneskaupstaðar 2019 samstæða. Og eins og áður segir þá leggur forseti fram þá tillögu að umræðan þessa 4 fundarliði fari fram í einu og verði gerð grein fyrir umræðinni undir fundarlið númer 2. Eitthvað sem hreyfir andmælum við því. Svo ekki, og skoðast það þá samþykkt. Og þá hefjum við umræðu þessa 4 fundarliði
og það bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson sem að hefur umræðuna og kynnir ársreikning Akraneskaupstaðar 2019. Gjörðu svo vel, Sævar Freyr. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestur í sal og aðrir sem á hlýða. Ég legg ársreikning 2019 til fyrri umræðu fyrir bæjarstjórn og það helstu atriði í rekstrinum eru þau að rekstrarafgangur ársins var 655 milljónir eða 301 milljón króna betri rekstrarniðurstaða heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Skuldaviðmið kaupstaðarins og samstæðuna lækka áfram og nú 23%. Skuldir við lánastofnanir eru nú einungis 1230 milljónir og hafa lækkað 210 milljónir á milli ára. Heildartekjur voru 8 milljarðar og 44 milljónir sem eru 378 milljónir yfir áætlun eða 4,9%. Veltufé frá rekstri var 15,2% af heildartekjum eða 1228 milljónir króna og handbært fé í árslok var 2 milljarðar 304 milljónir króna og hafði það aukist 113 milljónir á árinu. Og fjárfestingar voru með mesta móti að hæstu í mjög langa tíma hjá kaupstaðnum eða 981 milljón á árinu. Ársreikningur Akraneskaupstaðar einkennist af ábyrgri fjármálastjórn eins og verið hefur og einkennt hefur starfsemina hér árabil og traustum rekstri og ég ætlaði nú að gera grein fyrir honum í helstu stærðum eftir þetta yfirlit. Og rekstratekjur samstæðunnar voru samtals á árinu 8 milljarðar og 44 milljónir sem 378 milljónir yfir áætlun sem hækkun 5,2% á milli ára. Þetta nokkuð minni vöxtur eins og sést á myndinni heldur en hefur verið á undanförnum árum. Þar sem að vöxturinn hefur verið þetta frá 6,8 og upp í 10,1% vöxtur. Þannig að það svona aðeins hægst á tekjuvexti hjá okkur. Svona helstu breytingar eru þær að útsvar og fasteignaskattar eru að hækka 282 milljónir króna eða 6,2%. Framlög jöfnunarsjóðs að lækka rúmar 22 milljónir. En til upprifjunar og þá fékk kaupstaðurinn auka greiðslu á árinu 2018 vegna taprekstrar sem hefur verið langa hríð á málefnum fatlaðra. Sem ekki að ræða einhverja auka greiðslu inn á árið 2019. Aðrar tekjur eru að aukast 140 milljónir eða 8,5% og eru 176 milljónir yfir áætlun. Það má að því að minnast á jöfnunarsjóðinn að tap áfram núna á árinu 2019 á málefnum fatlaðra og tapið 89,9 milljónir og uppsafnað tap frá árinu 2011 380,3 milljónir sem umtalsvert tap sem af þessu málaflokki eftir að hann færðist frá ríkinu og eru framlög jöfnunarsjóðsins þá ekki að duga fyrir þeim kostnaði sem af þessum málaflokki. Rekstrargjöld samstæðunnar eru samtals á árinu 7 milljarðar 635 milljónir og hafa aukist 8,5%. Þar af eru launagjöld án lífeyrisskuldbindinga að hækka 496 milljónir eða sem nemur 11% og hefur launaskrið verið umtalsvert í samfélaginu undanfarin ár.
og verið að klára endursamninga og sér í rauninni ekki fyrir endan á því af því að það nýlega búið að klára áframhaldandi samninga á þessu ári. Lífeyrisskuldbinding, hún hins vegar lækkar 142 milljónir eða lækkunin 30% og það í rauninni bara gjaldfær lífeyrisskuldbindingin sem að þarna að ræða en ekki einhver lækkun á skuldbindingunni sem slíkri. Og svo annar ekstra kostnaður að hækka 281 milljón eða 13%. Afskriftir að aukast 3,4% á milli ára hjá okkur sem nú bara í takt við auknar fjárfestingar. Og ekstra gjöld án afskrifta aukast í samtals 598 milljónir og ekstra tekjur að aukast á sama tíma 400 og því má sjá að ekstra útgjöld að aukast töluvert umfram rekstrartekjur á tímabilinu eða 195 milljónir króna. Rekstrarafkoman eins og ég tók hér í inngangnum virkilega góð. Við erum að sjá að rekstrarafkoman fyrir óreglulega 621 milljón á árinu en nam 739 milljónir á árinu 2018. Á árinu 2013 til 2016 þá var þessi afkoma að meðaltali 133 milljónir, þannig að við sjáum að bætingin umtalsverð frá því sem verið hefur. Nú má segja á síðastliðnum 3 rekstrarárum, þar sem að rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði að meðaltali 9,2%, þá veruleg umpólun á því hvað að koma út úr rekstrinu með við fyrri ár. Ef við síðan skoðum rekstrarafkomuna að teknu tillit til óreglulega liða, þá hún 656 milljónir á árinu 2019. Og jákvæð rekstrarafkoma teknu tillit til óreglulega liða árinu nam 826 milljónum, en þar af nam söluhagnaður eigna rúmum 70 milljónum króna. Og hér á yfirlitsmynd hægt að sjá hvernig þetta að koma út í samanburði við fyrri ár og þar hægt að sjá hvernig afkoman hefur tekið stakkaskiptum bæði með árinu 2016 þegar sérstök lífeyrisskuldbinding og samningar það skiluðu miklum árangri. Síðan tókum við töluvert mikla gjaldfærslu sem við gjaldfærðum að fullu í formi lífeyrisskuldbindinga á árinu 2017 sem við í stað þess að dreifa því yfir 25 ára tímabil og þá völdum við að fara þessa leið að taka þetta inn í reksturinn á fullu. Þannig að birt rekstrarafkoma var neikvæð upp á 476 en í raun var rekstrarafkoman einstaklega góð þetta ár sömuleiðis eins og má sjá af bláu línunni þarna sem að sýnir að rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði 2017 var ansi góð. Svo ég nú búin að rekja 2018 og 19 sem að eru góð, eru sömuleiðis góða rekstrarniðurstöður miðað við fyrri ár. Ef við færum okkur þá rekstrinum og yfir í efnahagsreikningin hjá okkur, þá eru heildareignir í árslok 15 milljarðar og 38 milljónir króna að aukast 846 milljónir á milli ára. Þar af eru fastafjármunir að hækka 862 milljónir og skammtímakröfur að lækka 35 milljónir. Handbært fé að aukast 113 milljónir króna og það ánægjulegt þegar við vorum í metfjárfestingum á árinu. Skuldir og skuldbindingar samstæðunar í árslok voru 6.760 milljónir og að aukast 76 milljónir króna. En til þess að fara nánar í sundur liðin á þessu, þá eru lífeyrisskuldbindingar nú 3.961 milljón og 58,6% af heildarskuldum og skuldbindingum, þar að segja lífeyrisskuldbindingar. Skuldir við lánastofnanir 1229 milljónir og hafa lækkað
210 milljónir sem við höfum verið að greiða niður skuldir og skammtímaskuldir stóðu áramót í 1.568 milljónir króna. Staða á lífeyrisskuldbindingunni þannig að á næstu 5 árum munum við greiða 778 milljónir í lífeyrisskuldbindingu sem á 5 árum. Á árabilinu 2025 til 2029 munum við þurfa að greiða 929 milljónir. Þannig að greiðslu skuldbindingu okkar af lífeyrisskuldbindingunum fer hækkandi á næstu árum og að hækka. Svo mun hún lækka aftur á ný árið 2030 til 2034 og verður skuldbindingu okkar til greiðsluna á því tímabili 789 milljónir og eftir það 2035 og síðar eru 1444 milljónir sem við þurfum að standa skil á að greiða. Eigið fé og í árslok nemur 8.279 milljónum og eigið fjárhlutfall sérstaklega sterkt eða 55% eigið fjárhlutfallið og að hækka 2% frá fyrra ári. Og ef við færum okkur yfir í sjóðstreymið og skoðum hvernig starfsemin að koma út, þá handbært fé frá rekstri á árinu að nema 1.456 milljónum og hækka 423 milljónir eða sem nemur 40,9%. Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins eru 855 milljónir og aukast í 289 milljónir á milli ára og þar af eru fjárfestingar í varalegum rekstrarfjármunum 981 milljón. Og ef við brjótum upp hvernig þessi 981 milljón kemur í svona uppgjöri í ársreikningnum, þá fara 39 milljónir í skólahúsnæði, 296 milljónir í íþróttamannvirki, 2 milljónir í hjúkrunarheimili, 376 milljónir í þjónustuhúsnæði og aðrar eignir hafa breyst þannig að við fáum nettó tekjur á móti inn á þennan lið í gatnagerðargjöldum upp á 141 milljón. Svo fjárfest í götum og gangstéttum fyrir 176 milljónir, búnaður, áhöld og tæki eru 49 milljónir og lóðir og lendur eru 182. En önnur sýn á þessa mynd í rauninni að horfa á bara í hvað fjárfestingarnar þessar 981 milljón fóru. En meðal helstu framkvæmda á árinu voru 281 milljón króna í fimleikahús, 67 milljónir við Garðavelli, nýtt frístundahús við Garðavöll, 39 milljónir vegna breytinga á Brekkubæjarskóla, 131 milljón í niðurrif á Sementsreit sem kláraðist árinu 2019, 30 milljónir í gatnagerð og gangstíga, 8 milljónir króna í Guðlu og við Langasand og 303 milljónir í þjónustumiðstöð aldraða og 43 milljónir króna í Kristigarð, salerni, sturtur og búningaaðstöðu við Langasand ásamt fjárfestingu í aðstöðu við tjaldsvæði hjá okkur. Þannig að þetta svona helstu fjárfestingar hjá okkur þar. En þegar maður horfir á stöðuna á rekstrinum og sjóðstreyminu, þá gríðarlega mikilvægt að horfa til þess hvernig við erum að horfa inn í þetta ár. Og við séum hér að gera grein fyrir árinu 2019, þá eru uppi mjög sérstakar aðstæður í samfélaginu sem að þetta COVID-19 ástand að hafa í för með sér. Og í skýringu 28 á blaðsíðu 23 í ársreikningi gerð sérstök grein fyrir neikvæðum áhrifi sjóðstreymis geti orðið alltaf 607 milljónum samkvæmt spá stjórnenda núna á þessu stigi og það áfram verið að vinna þessari næmnisgreiningu þar sem að skoða bjartsýnismiðspá og svartsýnisspá á rekstur sveitarfélagsins undir þessum kringumstæðum og eru þessi fyrstu drög næmnisgreiningar að gera ráð fyrir að það geti orðið alltaf 128 milljónir ekstra tap
en þá eftir að reikna með innspýtingu í félagsþjónustu, meðal annars með aðgerðum í samvinnu við Vinnumálastofnun og hvað við ætlum að gera til að styðja við íþróttafélögin sem eru mörg hver að glíma við töluverða erfiðleika á þessu stigi. Þannig að þetta er rauninni án þeirra aðgerða og við eigum eftir að meta það inn í þessa spá og mun þá skýringin verða uppfærð í samræmi við það. En afkoma Akraneskaupstaðar og staða í rauninni á efnahagsreikningi með þeim ágætum að við erum í einstaklega góðri stöðu til þess að geta stutt við íbúa og fyrirtæki á þessu stigi. Bæði staða á handbæru fé, skuldastaða og annað gefur okkur tilefni til þess umfram jafnvel mörg önnur sveitarfélög og jafnvel flest að geta gert vel hvað þetta varðar. Það er síðan í höndum bæjarstjórnar að ákveða hvaða skref þarf að taka í því. Það er vissulega búið að kynna fyrstu aðgerðir Akraneskaupstaðar en það er enn verið að vinna að útfærslum á því hvaða fjárfestingar og frekari viðhaldsframkvæmdir á að fara á vegum sveitarfélagsins. Hvað varðar aðrar lykiltölur á árinu 2019, þá má sjá að og þetta eru svona þau fjárhagslegu viðmið sem að bæjarstjórn fer sérstaklega að gæta að og þá er það fyrsta lagi skuldaviðmiðið sem að hefur farið mjög lækkandi þegar var árið 2013 í 113%, þar sem að lögbundið hámark er 150% og er búið að fara hratt lækkandi síðustu ár og er nú komið í 23%. En skuldaviðmið er í rauninni heildarskuldir sveitarfélagsins, þar sem að má draga frá skuldum jákvætt veltufé og sömuleiðis má nú virða lífeyrisskuldbindingar og það er ekki tekið tillit til þeirra eftir 15 ár. Þannig er skuldaviðmiðið reiknað. Sömuleiðis er sveitarfélaginu skylt að skila jákvæðum rekstrarafgangi sem er kallaður rekstrarjöfnuður yfir 3 ára tímabil. Og hann er í lok árs 2019 1721 milljón en er skylt að vera yfir 0. Þannig að þetta eru þau atriði sem að sveitarfélaginu er skylt og bæjarstjórn er skylt að gæta sérstaklega að og við erum þá aftur í nokkuð vel stakk búin til þess að geta tekið á okkur eitthvað högg tímabundið til að styðja við samfélagið undir þessum kringumstæðum. Og svo aðrar lykiltölur, ef við reiknum rauninni hefðbundið skuldahlutfall, þá er rauninni bara hverjar eru heildarskuldir á móti tekjum, þá eru þær sömuleiðis búin að fara markvisst lækkandi og hafa farið úr 143% árið 2012 og núna stendur það í 84%. Og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að þetta fari lækkandi áfram til ársins 2023, en auðvitað geta ákvarðanir inn í framtíðina breytt því. Eiginfjárhlutfallið hefur sömuleiðis farið hækkandi sem er vel og núna komið í 55% eins og ég opna að minnast á áður. Og EBITDA-framleiðin er líka búin að vera fara upp á við og hún nú árinu 2019 7,8% eftir að hún hafði náð að fara í 11,6% 2017 og 10,8% 2018 en hafði árin þar á undan verið nokkuð lægri. Veltufjárhlutfall, það sýnir sem fyrir hæfi samstæðana til að inna af hendi í nauðsynlega greiðslur næstu 12 mánuði og til þess að það sé í lagi þá má það helst ekki vera lægra en 1 en það stendur núna og mjög heilbrigt hjá okkur eða 2,2. Svo svona samantekt á þessum lykiltölum og þessari glæru sem ég hoppa yfir og þá að fara að færa mig úr samstæðunni yfir í A-hluta uppgjör hjá okkur. Ég ætla nú að forðast endurtekningar af því að þetta nú mjög líkt
Því að A-hlutinn stýrir rauninni stærstum hluta af samstæðunni, en ég ætla svona að nefna það helsta. Aðalsjóður, í A-hlutanum sem sagt aðalsjóður, eignasjóður, fasteignafélag Akraneskaupstaðar og byggðasafnið á Görðum. Og rekstrarafkoman í A-hlutanum í heild 657 milljónir og aðalsjóður þar að skila 662 milljónum í jákvæðri rekstrarafkomu. Rekstrartap eignasjóðs var 28 milljónir. Rekstrarafkoma byggðasafns var jákvæð 30 milljónir og rekstrartap fasteignafélags Akraneskaupstaðar var 7 milljónir. Og ef við skoðum aðeins nánar það helsta sem snertir A-hlutann, þá voru rekstratekjur A-hlutans 7.084 milljónir, rekstrargjöld 6.685 milljónir og eru að hækka 542 milljónir. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliðið var 398 milljónir, fjármagnstekjur voru umfram fjármagnsgjöld voru 224 milljónir og svo má sjá að rekstrarniðurstaða fyrir óregluliði var 623 milljónir. Svo koma inn óregluliðir eins og söluhagnaður eigna sem var 5,6 og lífeyrisskuldbinding að fjárhæð 28 milljónir sem komu inn þarna með til að bæta rekstrarafkomuna sem endar í 657 milljónum í heild. Og í efnahagsreikningurinn, þar eru heildareignir 14.643 milljónir, skuldir og skuldbindingar 6.303 milljónir, eigið fé í afslok 8.340 milljónir. EBITDA framlegð A-hlutans var 593 milljónir eða 8,4%. Þróun launakostnaðar má sjá á þessari mynd. Þar má sjá að launagjöld A-hlutans sem hlutfall af rekstrartekjum samtals var 59% en meðaltal áranna 2012 til 2019 er 56,6%. Þarna má sjá að launahlutfallið fer aðeins upp á við og má eiginlega segja að skýringin sé að sækja í þessa mynd hér, þar sem við sjáum að rekstrartekjur eru vissulega að halda nokkurn veginn í launagjöld almennt, en lífeyrisskuldbindingin hefur í síðustu árin verið að hækka töluvert umfram það. Það þýðir að tekjurnar eru ekki að styðja við hækkun heildar launakostnaðar sem þá beinn launakostnaður og lífeyrisskuldbinding. Ef við skoðum síðan niðurbrot á afkomunni í A-hluta fyrir aðalsjóð, þá hlutverk aðalsjóðs að hafa umsjón með hefðbundinni starfsemi sveitarfélagsins, sinna lögbundnum verkefnum og þar voru rekstrartekjur 7.082 milljónir. Rekstrargjöld voru 6.888 milljónir og rekstrarafkoman því 194 milljónir í plús. Þetta hefur nú ansi mörg ár verið neikvæð niðurstaða þó við höfum séð þetta jákvætt hjá okkur síðustu árin og það gríðarlega mikilvægt að vera réttu megin við strikið í rekstri á aðalsjóð. Fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld námu 468 milljónir og því rekstrarniðurstaðan jákvæð í heildina sem nemur 662,5 milljón króna. Aðalsjóður, ef við förum síðan nánar í hvernig fjármunirnir skiptast, þá fer hlutfallslega hæsta hlutfall skatttekna í fræðslu og uppeldismál eða 45,3% af heildarskatttekjum aðalsjóðs. Þar næst kemur félagsþjónustan með 17,8%, áfalli lífeyrisskuldbinding tæp 5%, æskulýðs- og íþróttamál með rétt rúm 9% og sameiginlegur kostnaður 6,8% af heildar hlutfalli af heildarskatttekjum aðalsjóðs.
Og ef við förum síðan inn í aðra sjóði A-hluta, eignasjóðurinn alfarið hugsaður til þess að hafa í höndum umsýslu fastafjármuna sem nýttir eru fyrst og fremst á aðalsjóði. En rekstrartekjur hans námu 823 milljónum og rekstrargjöld 655 milljónum. Fjármagnsliðir voru neikvæðir að fjárhæð 196 milljónir og rekstrartapið 28,5 milljón. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar, þar voru rekstrartekjur 119 milljónir og rekstrargjöld 85 milljónir. Fjármagnsliðir neikvæðir að fjárhæð 46 milljónir og söluhagnaður eignanna 5,8 og rekstratap því tímabilsins 7 milljónir. Byggðasafnið á Görðum, þar voru rekstrartekjur 114 milljónir, rekstrargjöld 112, rekstrarhagnaður fyrir óregluliði 1,6 og niðurfallin lífeyrisskuldbinding sökum andlátsnam 28,8 milljónir og rekstrarniðurstaðan því jákvæð 30 milljónir. Við færum okkur í B-hlutann. Þá má sjá að tap var af rekstri fasteignafélags Akraneskaupstaðar EHF að fjárhæð 27.000 krónur en eignir í árslok voru 478.000 og skuldir 117.000 krónur og nam eigið fé í árslok 361.000. Gáma voru rekstrartekjur 90 milljónir og hagnaður 7,7 milljónir. Háhiti, þar var tap af rekstri 123.000, eignir 16.000, skuldir 1.582.000 og eigið fé neikvætt 1.565.000. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili, þar eignarhluti Akraneskaupstaðar 90% og tekjur höfða voru 1.026 milljónir króna, gjöld voru 1.022 milljónir króna og rekstratap tímabilsins 9,6 milljónir. Eignir í árslok námu 703 milljónum og skuldir 460 milljónum og eigið fé í jákvætt sem nemur 242 milljónum króna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hef ég nú gert grein fyrir helstu stærðum í rekstri sveitarfélagsins og helstu viðfangsefnum á árinu 2019. Ég vil nota þetta tækifærið og þakka endurskoðendum Akraneskaupstaðar fyrir mjög vandaða og góða vinnu við endurskoðun ársreikningsins, starfsfólki á stjórnsýslu og fjármálasviði vil ég þakka sérstaklega fyrir þeirra góðu vinnu við gerð ársreikningsins sem og öllum stjórnendum og starfsmönnum fyrir frábært starf á árinu 2019, samhliða aðgæslu í rekstri sem skila sér í góðri fjárhagsstöðu Akraneskaupstaðar. Í þessu COVID-veiru ástandi hefur líklega aldrei verið jafn mikilvægt að halda vel á rekstrinum og því berum við gæfu til að hafa góða stjórnendur og góða starfsmenn sem munu sinna því verkefni með okkur. Ég vil þakka allri bæjarstjórn fyrir ykkar frábæra vinnuframlag á árinu 2019, fyrir marga daga, mörg kvöld og jafnvel næturvinnu sem þið hafið innt af hendi sem að bæjarbúar verða lítið var við, annað en að sjá ykkur hér á þessum fundum. Og það þakkarvert. Þáttur að þið hafi nú verið kosin til þessa, þá þetta nú eitthvað sem ágætt að minnast á af og til. En ársreikningur fyrir árið 2019 hér með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu. Kærar þakkir fyrir þína yfirferð og ég ætla þá að gefa orðið laust til umræðu fyrstu 4 undanliði. Það
ársreikning 2019, ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit, A-hluta, B-hluta og samstæðu. Og við laust. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa unnið að gera þessa ársreiknings. Og Jóhanni Þórðarsyni endurskoðanda, Þorgeiri Hafsteini Jónssyni fjármálastjóra bæjarins sem situr hér á áhorfendapöllum, Steinari Adolfssyni sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs og Sævari Frey Þráinssyni bæjarstjóra. Það eru bara öllum þeim sem hafa komið að þessari vinnu hér innan kaupstaðarins. Það eru mörg handverk hér að baki og margar vinnustundir. Fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar, hún stendur áfram styrkum fótum eins og hún hefur gert undanfarin ár og það birtist vel hér í þessum framlagða ársreikningi. Þessi fjárhagsstaða tilkomin vegna ábyrgra fjármálastjórnar á undanförnum kjörtímabilum og þá þetta kjörtímabil alls ekki undanskilið. Bæjarstjóri fór mjög ítarlega yfir allar tölur sem birtast í ársreikningi og ég þakka honum sérstaklega fyrir mjög greinargóða kynningu á sterkri fjárhagsstöðu bæjarins. Það sem mig langar að segja hér að þessi niðurstaða ársreiknings okkur afar mikilvæg. Við stöndum núna frammi fyrir metári í fjárfestingum á þessu hérna ári og það sem við samþykktum í fjárhagsáætlun eða í fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun í fjárhagsáætlunargerðinni voru framkvæmdir upp á 1,5 milljarð í uppbyggingu hér í samfélaginu okkar. Og þar var áhersla lögð á innviðauppbyggingu eins og byggingu 6 deilda leikskóla, endurbætur eða byggingu fjölliðjunnar sem verið að taka umræðu núna í starfshópi og að klára byggingu fimleikahús, halda áfram með þjónustumiðstöð og annað slíkt. Þetta gert með það markmið að styrkja enn frekar innviði samfélagsins og halda áfram að bjóða upp á góða þjónustu og hafa samfélagið okkar í fremstu röð sveitarfélaga hér á Íslandi. Þessi rekstrarniðurstaða eins og áður segir tilkomin vegna styrkra fjármálastjórnar og hún okkur mikilvæg. Eins og bæjarstjóri kom inn á og allir auðvitað varir við, þá stöndum við og lifum við á fordómalausum tímum vegna COVID-veirunar og eins og bara fréttir dagsins og undanfarna daga og vikna hafa sýnt okkur, þá þessi veira að hafa ótrúlega mikil áhrif á efnahagslíf þjóðarinnar. Vinnumarkaðurinn í viðkvæmri hættu og atvinnuleysi hefur verið að aukast. Áhrif veirunar á bæjarsjóð geta orðið einhver og verða líklega einhver og orðin einhver og þau að tengjast útsvarstekjum, framlögum úr jöfnunarsjóði og tekjulækkun vegna gjalda frá þjónustu leikskóla, frístundaheimila og annarra þjónustu sem við höfum ekki náð að halda úti í gegnum þetta tímabil. Þessum auðvitað stofnanir okkar og ýmis þjónusta hefur verið haldið úti vegna tilmæla almannavarna og því að fara varlega í þessu og huga sóttvörnum. Vegna styrkra fjármálastjórnar þá Akraneskaupstaður hins vegar vel í stakk búinn til að takast á við þetta áfall. Skuldir kaupstaðarins lágar og hafa farið lækkandi undanfarin ár. Fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar því sterk og þess vegna gátum við farið hér öll í bæjarstjórn í umfangsmiklar aðgerðir vegna COVID-19 og þær einkennast af vernd, vörnum og viðspyrnu. Markmið þessara aðgerða að svara ákalli atvinnulífs og íbúa með því að vernda og verja heimili, félagasamtök og fyrirtæki sem verða fyrir hvað mestum skakkaföllum. Markmið þessara aðgerða einnig að veita öfluga viðspyrnu vegna COVID, sækja fram og efla heilsu og hamingju íbúa á stuðla nýjum atvinnutækifærum. Hluti af þessum aðgerðum sem hafa verið kynntar í þessum pakka til dæmis lagðar fram til samþykktar hér síðar á þessum fundi í dag eða kvöld og þar má nefna sem dæmi viðauka númer 9
og hann felur það í sér að bæjarráð samþykkti á fundi sínum á dögunum viðauka númer 9 sem að samtals 38 milljónir króna og hér að ræða auki fjármagn til tómstunda og íþróttafélaga, einnig fjármagn til heilsueflingar íbúa 18 ára og eldri og auki fjármagn til menningarmála í markaðsátökum, átak og til nýsköpunar og tækni. Þetta hefur vissulega áhrif á bæjarsjóð því að kostnaðarauka vegna þess mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Hluti af þessum aðgerðum Akraneskaupstaðar einnig að gefa í fjárfestingum og framkvæmdum. Innan ráða bæjarins núna unnið að því að forgangsráða hvað framkvæmdir eigi að ráðast í. Umræða verður svo þessa þætti bæjarráði næstkomandi fimmtudag og hluti af þessum pakka felur sig að viðaukinn með 10 í sér sem að hann líka lagður hér fram til samþykktar á þessum fundi og hann felur það í sér að þarna samþykkt bæjarráðs upp á 54 milljónir króna og þessi upphæð eigi að fara í aukning og viðhaldsframkvæmdum á árinu. Þetta einnig dæmi aðgerð sem hefur vissulega áhrif á bæjarsjóð hér á tímum COVID-veirunar en kostnaðarauki vegna þessara framkvæmda mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Þó við stöndum frammi fyrir nokkrum óvissuþáttum, þá þetta bara eitt af þeim verkefnum sem við stöndum frammi fyrir. Þessa óvissuþætti má meðal annars sjá í greinargóðri næmnisgreiningu sem bæjarstjóri fór aðeins yfir hér í ræðu sinni og við fengum öll send hér til okkar sem erum í bæjarstjórn. En það mikilvægt vegna þeirra óvissu sem við stöndum frammi fyrir að við höldum vel utan allan kostnað sem bærinn stendur straum af eða stendur frammi fyrir vegna ástandsins. Halda áfram að veita okkur góðu þjónustu, halda áfram að sýna ráðdeild í rekstri og halda áfram okkar góðu og styrku fjármálastjórn. Það mun taka okkur einhver tíma í íslenskt samfélag að komast í gegnum efnahagsleg áhrif þess ástand sem nú varir. En það mikilvægt að Akraneskaupstaður sé áfram tilbúin til að standa með atvinnulífi og heimilum í okkar góða samfélagi þó það þýði tímabundið lakari rekstrarafkoma. Aðgerðir síðustu vikna bera merki það að bæjarstjórn Akraness að sinna því mikilvæga hlutverki að halda uppi atvinnu og standa með íbúum samfélagsins. Það það sem við munum halda áfram að gera. Það til mikils að vinna, halda uppi atvinnu, halda íbúum í samfélaginu og jafnvel leið að laða okkur ný atvinnutækifæri og fleiri íbúa. Saman getum við svo margt, geta ekki allir verið sammála það. En við langar líka aðeins í ræðu minni að fara aðeins yfir ársreikning Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis, þar sem ég formaður stjórnar, en eins og bæjarstjóri fór yfir aðeins í ræðunni, þá gerði fjárhagsáætlun Höfða ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu upp á tæpar 12 milljónir króna. Rekstrarniðurstaðan samkvæmt ársreikningi neikvæð með rúmar 9,5 milljón króna. Rekstrartekjur Höfða námu rúmum milljarði og þar af þjónustugjöld rétt rúmar 945 milljónir og þess þjónustugjöld voru rúmum 5 milljónum umfram áætlun. Þessar 5 milljónir tilkomnar vegna nýrra samninga milli samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og Sjúkratrygginga Íslands en Höfði hluti af samtökunum samtök fyrirtækja velferðarþjónustu og lítur undir þessa samninga. Þessi leiðrétting til komin vegna aukinnar hjúkrunarþyngdar en það ber að geta þess eins og við höfum rætt hér í bæjarstjórn að þessi hækkun, þessi leiðrétting hún kemur eingöngu á móts við hluta raunverulegrar hækkunar umönnunarþyngdar á Höfða. Það sem að þak var sett á greiðslur vegna umönnunarþyngdar. Framlag eignaraðila til Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis, 28 milljónir en það hlutdeild Akraneskaupstaðar rúmar 25. Launagjöld í ársreikningi Höfða greiðast þannig að dagvinna álagsgreiðslur tæpum 7 milljónum krónum undir áætlun en laun vegna yfirvinnu
eru rúmum 20 milljónum króna umfram áætlun. Það skýrist meðal annars af dýrum úrræðum í mönnun hjúkrunarfræðinga á heimilinu. Okkur vantar hjúkrunarfræðinga til starfa og á meðan staðan er slík þá er næturvöktum og svona helgarvöktum og öðru greitt í formi bakvakta og yfirvinnu til að tryggja næga mönnun og tryggja þessi öryggis- og lágmarksviðmið landlæknis inn á heimilinu. Það eru nánast stöðugar auglýsingar í gangi þar sem óskað er eftir hjúkrunarfræðingum til starfa á heimilinu. En samkeppnin er hörð að kjarasamningar þessara starfsmanna sem þarna starfa og stofnana, síðan er þetta starfsmat og annað slíkt að þau heimili sem að líta undir samtök fyrirtæki velferðarþjónustu, þar eru bara lakari kjör heldur en á til dæmis sem heilbrigðisstofnuninni, eins og heilbrigðisstofnunum á landsvísu og Landspítala. Þannig að samkeppnin er í rauninni launakjör þessara einstaklinga. Það er eins og ég segi, stöðugar auglýsingar í gangi. Það sem auglýst er eftir hjúkrunarfræðingum. Fengum reyndar einn til starfa fyrir ekki löngu síðan og það er vel, það eru allir með allar klær úti að finna og nýta sín tengsl og það er verið að hugsa í alls konar leikum og lausnum og þetta er mál sem er tekið upp á öllum stjórnarfundum Höfða, hvort sem er formlegum eða óformlegum nótum. Sem sagt, laun og launatengd gjöld eru tæpum 14 milljónum króna umfram áætlun. Það má líka líta til þessa að á síðasta ári inni á Höfða þá voru 2 hjúkrunarforstjórar á launum hluta ársins, eða stóran hluta ársins, annar vegna starfsloka en hinn ráðinn inn. Það hefur verið beðið það að það verði farið í ítarlegri greiningu á launaþáttum innan heimilisins og skoða meðal annars hver áhrif veikinda er á launakostnað og sambærilega greining og hefur verið unnin hér innan Akraness kaupstaðar. Rekstrarkostnaður Höfða greinist þannig að niðurstaða ársreiknings er tæpum 4 milljónum umfram áætlun og það skýrist meðal annars vegna vöru- og efniskaupa en ýmsar heilbrigðisvörur hækkuðu í verði og það sama má segja matvæli. Þó stöður að passa upp á að leita hagstæðra tilboða og endurskoðun á þeim hefur farið fram og fer fram mjög reglulega. Þannig að rekstrarkostnaður Höfða er eins og rekstrargjöld Höfða þau eru bæði rétt rúmur milljarður en það felur í sér að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði er jákvæður rétt tæpar 3,5 milljón króna. Fjármagnsliði greinast þannig að vaxtatekjur nema rúmum 5 milljónum, fjármagnsgjöld vaxtagjöld vegna langtímaskulda og fjármagnstekjuskattur nema rúmum 18 milljónum, fjármagnsliði nettó eru því neikvæður rúma 13 milljónir. Eigið fé Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis eru rúmar 242 milljónir, langtímaskuldir rétt 250 milljónir, skammtímaskuldir 210. Handbært fé var í ársbyrjun rúmar 177 milljónir en í árslok 187. Ef við rýnum í ársreikninginn og förum örlítið inn í deildir Höfða, rekstur deilda Höfða og þá sjáum við að dvalardeildin sem er í rauninni sem að dvalarrýmin eru, hún er rekin með rúmlega 18 milljóna króna neikvæðri rekstrarafkomu. Framlag ríkisins vegna dvalarrýma eru rétt tæpar 16.000 krónur á dag. Dagdvölin, hún er rekin með rúmlega 5 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Hjúkrunardeildin, þar sem hjúkrunarrýmin eru, er rekin með jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 27 milljónir króna en framlag ríkisins vegna hjúkrunarrýma eru rétt tæpar 33.000 krónur á dag.
þessar tölur sýna okkur það að það ekki verið að borga raunkostnað fyrir þá þjónustu sem verið að veita inn á til dæmis dvalardeildum vegna þess að í dag komast mjög fáir inn á hjúkrunarheimili nema þeir sem mat inn í hjúkrunarrými. Það bara sá listi sem tekin inn að þeir sem fara inn í rauninni með mat í hjúkrunarrými og þeir þá líka í dvalarrými. Þannig að staðan slík að og það sem skýrir þennan halla til dæmis á dvalardeild svo að þar fólk sem með umönnunarþyngd mat varðandi hjúkrunarumönnunarþyngd. Það þýðir að það eru meiri lyf, það meiri umönnunarstundir sem liggja að baki og annað slíkt sem að telur til í starfsmannakostnaði og rekstrarkostnaði. Það umræða sem við þurfum að taka, hvort það þurfi að og við getum gert hér við annað tækifæri líka, hvort það þurfi að gera aðra athuga að því til heilbrigðisráðuneytisins það að skipta dvalarrýmum út fyrir hjúkrunarrými, reyna að leggja að athuga við fáum 1 fyrir 1, þannig við fækkum ekki rýmum, en þetta ein leið í því að fá rými sem að fá raunverulegan kostnað fyrir. Það einnig greiningarvinna í gangi hér innan kaupstaðarins á því að skoða hver önnur rekstrarform og hvað það gæti falið í sér og þeirri vinnu ætti að verða lokið fljótlega en að fólk geti þá allavega tekið afstöðu hvort að það sé hlýtt slíku eða ekki. Það var mikil umræða stöðu hjúkrunarheimila í umræðu fyrir fjárlög Alþingis fyrir þetta ár og það var mikið fundað vegna þess að það voru tölur sem sýndu fram á það að ef ekkert gert í stöðu hjúkrunarheimila það myndu mörg þeirra og sífellt fleiri á allra næstu misserum fara að skila af sér neikvæðri niðurstöðu vegna þess að það bara ekki verið að borga fyrir raunverulega þjónustu innan þessara heimila frá ríkinu. Það var ákveðið að það ætti að stofna, hvað heitir þetta aftur? Það kom fram í þessari vinnu hjá fjárlaganefnd á síðasta ári að raunaukning til málaflokksins, hún væri ekki að skila sér í betri samningum eða betri auknum framlögum til hjúkrunarheimila, heldur skilir sér raunaukningin eingöngu á því að það að fjölga rýmum í landinu. Og það kemur fram líka í nefndaráliti fjárlaganefndar að meirihluti hjúkrunarheimila í landinu sé rekið með halla en aðstæður þeirra séu mjög misjafnar og því var það lagt til að það þyrfti að fara fram ítarleg greining á rekstri allra hjúkrunarheimila og það þyrfti að fara að draga það fram af hverju þetta væri staðan. Ég leitaði upplýsinga það hvort þessi vinna væri farin af stað og svo ekki. Og svona lokum varðandi Höfða að á síðasta stjórnarfundi var óskað eftir því að þeir unnið minnisblað hvað nýjustu samningar rekstur Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis, hvað nýjustu samningar, hvað varðar hann, fælu í sér. Þannig að við hér í bæjarstjórn getum fengið nákvæmar tölulegar upplýsingar til þess að vinna út frá til að beita okkur í málefnum Höfða. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem hlýða, ég hef lokið máli mínu. Bæjarfulltrúi Elsa Ragnarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið enn laust fundarliði 1 til og með 4. Þú vilt með þessi ljós. Ef ekki þá ætla ég, já, gjör svo vel. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir.
Takk fyrir þetta, forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér ræðum við ársreikning Atvinnuleysisbókhaldsstofnunar fyrir umræða. Og ég vil svo sem byrja á því að þakka bæjarstjóra Sævari Þráinssyni fyrir ítarlega og góða greiningu hér í upphafi fundar. Og hlakka mjög til að taka fyrir næmskreiningunni í bæjarráði sem við eigum eftir að gera vonandi í þessari viku. Þar sem dregnar eru þó upp ólíkar sviðsmyndir og það sem ég hef nú rennt yfir þetta en ekki náð að sökkva mér alveg ofan í dítela en þá er þetta virkilega vel unnið, mjög fagmannlegt og held ég muni gagnast okkur verulega í þeim verkefnum sem við erum að kljást við núna næstu mánuðum varðandi COVID og afleiðingar hennar á samfélagið heild. Þá vil ég líka taka undir það sem að Sævar Freyr Þráinsson sagði hér áðan bæjarstjóri og formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir að þakka þeim starfsmönnum öllum og endurskoðanda fyrir þeirra vinnu sem liggur í þessum ársreikningi sem er að ég veit gríðarlega mikil. En hluti af þessu að láta þetta allt ganga upp að birta okkur þessar tölur og við bæjarfulltrúar bíðum yfirleitt alltaf mjög spennt yfir þessu. Ég ætla svo sem ekkert að hafa neina ógulega langa tölu þetta en langa svona frá á örfáum þáttum í þessari umferð og er kannski svona bara vítt og breitt yfir og langar svona að vekja athygli á því að jöfnunarsjóðsframlagið í málefnum fatlaðra að maður hefði nú viljað að sjá það hærra. Var vissulega leiðrétting á árinu 2018 þar sem við vorum í rauninu búin kannski vera að borga svolítið mikið með málaflokknum og maður bara veltir einhvern veginn alltaf fyrir sér þegar maður í þessu að þetta málaflokkur sem að ríkið skellir á sveitarfélögin og jú, við eigum að geta þjónustað okkar skjólstæðinga fyrir þessa fjármuni en öll í jafn við kannski ekki að ná endum saman og þá spyr maður sig einmitt þessar greiningar og hvort að hvort það sé verið að ofþjónusta í einhverjum flokkum eða vantar greiningar og slíkt. Og ég hefði viljað aðeins skoða þennan lið svolítið vel í kjölfarið. Við gerðum það fyrir nokkrum árum síðan þá fórum við í rannsóknarvinnu varðandi þennan málaflokk og ég held að sé bara komin tíma á það, við endurtökum það og skoðum betur. Það svo sem alveg ljóst að þegar maður horfir á ársreikningi núna og það svo sem hefur líka alveg verið eitthvað sem við séð áður varðandi fjármagnsliðina og þeir eru að halda svolítið rekstri aðsjóði uppi og við sjáum það eins og Sævar Freyr bæjarstjóri nefndi á við þurfum að svo sem að bæta okkur í þegar kemur að þessari afkomu og það bara eitthvað sem að við getum unnið með og reynt að rýna í betur. Svona velti fyrir mér annar rekstrakostnaður, hann er að hækka svolítið mikið á milli ára. Og það eru ýmsir þættir þar undir sem að maður svona veltir fyrir sér. Það eru til dæmis liðir inni sem heitir móttaka gesta, námskeið, dvalar- og ferðakostnaður sem komin upp í tæpa 40 milljónir sem töluvert framúrkeyrsla miðað við þær áætlanir sem voru lagðar af stað með fyrir 2019 og velti sér fyrir því bara hvort þetta sé námskeið eða hvað þetta að því að nú eiga flestir starfsmenn líka rétt frá sínum stéttarfélögum, hvort að það sé ekki verið að nýta það eða í hver þetta felst. Þetta allavega svona eitthvað sem maður rekur augun í og svo varðandi laun og launatengd gjöld þá erum við ennþá að sigla upp á við og komin í
samstæðinni eitthvað 66% og ég ætla bara að lýsa miklum áhyggjum yfir þessu. Ég hef haldið þessa tölu núna, ég held í 3. sinn og ég held að það sé eitthvað þarna inni sem að við verðum að skoða betur og mér finnst þetta bara eitthvað óvenjuhátt og hlutfall til dæmis yfirvinnu að það sé komið í 560 milljónir, það er eitthvað svona sem að mér finnst mjög áhugavert að rannsaka betur og skoða. Kannski er einhverja eðlilegar skýringar á þessu en ég myndi það bara vilja fá þær fram. Það er annað sem að maður myndi vilja líka varðandi þessa þætti sem að við höfum líka rætt hér áður varðandi launapott starfsmanna að það er eitthvað ákveðið rannsóknarefni út af fyrir sig að það sé að vera komið bara 100 milljónir veikindapotturinn að það er eitthvað sem að við erum þá að taka væntanlega af rekstrarafgangi að hluta til helming, já, og það finnst mér eiginlega bara eitthvað sem að við verðum að leggja vinnu í. Hann var þér svo sem að leggja eins og áætlunin gerir ráð fyrir en kannski ekki alveg allt eins og bæjarstjórinn nefndi kannski líka hér áðan að þetta var ekki farið kannski alveg í öll þessi verkefni sem að voru á teikniborðinu og kannski er það skýringin því að það sé kannski aðeins hærra en áætlunin gerir ráð fyrir. Ég hnauta þessum eina tölu, ég fæ kannski bara bæjarstjórn til að útskýra það aðeins betur varðandi þá fjármuni sem að fór í gatnagerð. Hvort þetta sé bæði eitthvert og því að minnum að talaði Þetta er inn í eignarhlutanum og að nettast á móti gatnagerðar tekjunar þar inn í. Og tala sem hún nefndir ég held ég hafi nefnt sér nettótöluna. Já, það hlýtur að vera. Já. Þá líðum við betur með það. Takk fyrir það. Ég svo sem ekkert meira kannski þetta segja og bara ég hefði viljað að þið þá kannski skoða þessi þætti sem að ég nefndi hér varðandi aðalsjóðinn og á ársreikninginn. Við erum náttúrulega að horfa á 11–12% hvort sem við horfa aðalsjóði þá samstæðina í hækkun á launum á milli ára. Hækkun gjalda 8,5% á milli ára. Og þegar við erum að horfa á að neysluvísitalan með 3,2% og launavísitalan 4,5%. Þá er það eitthvað svona aðeins pínu skekkja þarna og ég hefði viljað kannski fá einhverja skýringar á því. Og það getur, eins og ég segi, vel verið að það sé einhver raunmætt skýring á því. Ég vil líka nefna varðandi allavega kjarasamninga sem við eigum eftir að gera og við vonuðumst svo sem til að vera búin með það á síðasta ári en eins og við þekkjum þá hefur það svo sem allt dregist og við gerðum verulega ráð fyrir þeim fjármunum að þeim minnir í fjárhagsáætlun fyrir 2019 og þá spyr maður sig líka fóru þeir það bara fjármunir í annars konar laun en við gerðum kannski ráð fyrir. Og þá þurfum við að fara að endurreikna og gera frekar ráð fyrir þeim kjarasamningshækkunum sem eru framöndan á stærstum hluta okkar starfsmanna. Ég tek undir svo sem áhyggjur líka komast bæjarráðs varðandi COVID áhrifin og áhrif jöfnunarsjóðs, skerðingar og jöfnunarsjóðs vegna útspil ríkisstjórnarinnar og þá það sé að koma að hluta til svo sem uppbót á móti 1,5 milljarður á með minnir á móti að þá er það náttúrulega ekki til þess að mæta öllu því tapi sem að við verðum af og þess vegna held ég við verðum að vera duglega með að skoða þetta næmisgreiningar sem að bæjarstjóri er búin að koma saman og kannski uppfæra þá kannski það forsendur sem að við erum að vinna með í skjali.
Mér finnst líka svolítið áhyggjuefni varðandi eignasjóðinn að það er neikvæð afkoma núna 28 milljónir og sjóðurinn greinilega stendur ekki undir sér. Og maður veltir því kannski fram að við erum að leigja svo sem til þriðja aðila og þá erum við væntanlega að leigja undir því verði sem að við erum að leigja á sjálf. Þannig að ég held að það fór ákveðin vinna í gang varðandi þessa hluti og það kannski svona fróðlegt að fá að vita það hvort og hvernig sú vinna, hvort það sé fara að gera eitthvað með þessa vinnu sem var unnin í fjármálateyminu og við fengum kynningu á. Og hvort að það skilji sig þá bara núna inn í þetta ár. Ég kannski læt þessu bara lokið varðandi ásögning aðalsjóðs og kannski fá aðeins að taka til orðs, að taka til máls varðandi Gámu og Höfða. Það er svo sem ánægjulegt að sjá að rekstrarafkoma sé í Gámu en við þekkjum svo sem þær reglur sem okkur eru settar varðandi þann rekstur. Og það er annað ár í röð núna hjá Gáma sem þetta er svona. Ástæðan fyrir því er að það var á áætlun að fara í ákveðin viðhaldsverkefni sem ekki hefur verið farið í síðastliðin 2 ár. Og maður spyr sig þá bara af hverju er það svo. Ég skilst að það hafi verið búið að kaupa djúpgámana fyrir alllöngu síðan og hvort að það sé þá góð fjárfesting að láta þá ekki vera að vinna vinnuna sína. Á þessu ári svo sem áætlunin að fara í heitir það ekki pressuhús. Já, og var búið að bjóða það út og það verður væntanlega unnið á þessu ári en ef við séum að fara að horfa á óbreytta mynd á næsta ári þá er það alveg ljóst að við verðum að fara að endurskoða gjaldskrá ef við ætlum að gera þetta eins og okkur ber að gera. Þá er það kannski aðeins varðandi Höfða að formaður stjórnar Höfða og formaður bæjarráðs fór svo sem yfir margt hér áðan. Þar sem hún nefnir að niðurstaðan er neikvæð 9,6 milljónir og áætlun gerði ráð fyrir 11,9 milljónum í neikvæðum, í mínus. En 2018 var þetta pluss 5,2. Ég tek svo sem undir margar áhyggjur formannsins sem hún nefnir hér og útskýrir svo sem margt en það er samt mikið áhyggjuefni að niðurstaðan sé ekki betri en hún er þar sem að búið er að aflétta lífeyrisskuldbindingunum og varmar einhvern veginn og vonast til þess að það myndi létta meira á rekstri Höfða en hefur einhvern veginn sýnst. Og finnst mér það mikið áhyggjuefni og eins ef maður skoðar veltuféð í Höfða það hefur verið að lækka mikið núna á milli ára og það getur svo sannarlega ekki gengið svoleiðis áfram og veldur manni þar af leiðandi miklum áhyggjum og það bara stefnir í örugglega erfiða tíma ef þetta heldur svona áfram. Og það var hefur verið rætt hér á þessum vettvangi ákall okkar sjálfstæðismanna í því að skoða rekstrarform Höfða og við höfum unnið ég hef svo sem lítið séð að þessari greiningavinnu. Við höfum rætt þetta nokkrum sinnum í bæjarráðinu og fengið þar upplýsingar frá öðrum heimilum og sem var virkilega fróðlegt og vakti mann mikið til umhugsunar í rauninni hvernig við getum forgangsraðað og nýtt fjármuni á annan hátt og vil ég meina betur.
með hagstæðari innkaupum og fleiri þáttum sem við gætum gert með því að láta reksturinn til dæmis undir annan aðila eða tekið út úr rekstri. Formaður Færeyjas nefnir hér að í orðum sínum að við þurfum að sjá fram á að þessari vinnu fara að ljúka. Ég hefði viljað fá, eins og ég kalla svo sem eftir held ég á það síðasta fundi, að þetta sé tekið meira reglulega inn og ég veit að það er pólitísk andstaða í ákveðnum flokkum að vilja einhvern veginn skoða þetta frekar og kannski tókst þetta innan ákveðna flokka og það er bara eðlilegt, en ég held að við verðum bara í ljósi þess sem ég segi hér á endan að það sé bara kominn tími til að skoða þetta svart og hvítu út og taka allar tilfinningar út af borðinu. Þá getum við fyrst fara að taka ákvörðun. Þó að þetta sé viðkvæmur málaflokkur og þá er ég ekki að gera lítið úr því. Ég held að ég hef bara lokið máli mínu þessari umferð og segi það fyrir mig. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að nota tækifærið og flytja eins og þeir sem tala hér undan mér þakkir til bæjarstjóra og starfsmanna bæjarins og endurskoðenda. Ég leggja bara neitt í miklu umræðum þetta, ég ætla aðeins inn á bara mál sem ég hef áhuga á og hef áhyggjur af. En að öðru leyti held ég að sé búið að fara vel yfir reikningana og gefa svona glögga mynd að því, en bæjarfulltrúin Rakel Óskarsdóttir, hún nefndi framlög vegna málefni fatlaðra og það er mjög sérkennilegt að við erum náttúrulega, ef ég skildi bæjarstjórna rétt, að fá í rauninni 80 milljónum minna heldur en okkur ber sem kostnaðurinn raunkostnaðurinn af málaflokknum. Og við áætlum að yrði 383 milljónir á 2019, en þó að við fáum í rauninni mikið meira framlag frá ríkinu og jöfnunarsjóðnum vegna málaflokksins upp á 477 milljónir. Við erum 94 milljónum meira heldur en við áætluðum. Þá er þetta málaflokkur sem mun, held ég, í framtíðinni vera svona nánast í sprengjusvæði fyrir okkur allavega, því að málunum í rauninni sem við erum að taka að okkur, þeim fjölgar og þá sérstaklega þungum málum sem í rauninni má segja eru fá úrræði til í landinu fyrir viðkomandi skjólstæðinga og þau sem eru þó til eru mjög dýr og ef við ekki bregðumst við þá náttúrulega aukum við álag á allir kringum viðkomandi einstakling sem hefur þá einhverja afleiðingar sem munu bitna bæði á fjölskyldu og þá okkur í heild. Eitt sem ég hef orðið var við og sett á spurningu við þegar ég þegar við erum að ræða þessi mál að við erum með tölvöldlega málefnum undir málefnum fatlaðra sem ég vil meina í rauninni heilbrigðisvandamál eða
á að veita heilbrigðisþjónustu til viðkomandi, en það er ekki gert, þannig að málaflokkurinn lendir á fullum þunga á okkur. Við eigum að veita öllum okkar skjólstæðingum þau skilyrði að þau geti átt sem eðlilegasta líf og við erum að leggja metnað okkar í það. Það fylgir því aftur á móti ákveðin, ég veit ekki hvort maður má segja galli, að ef að þjónustan er góð, þá er tilhneiging til þess að hingað flytjist fólk sem er með einstaklinga í fjölskyldunni sem að þá er að sækja þessa góðu þjónustu. Þá náttúrulega koma þessi ungu tilfelli og oft á tíðum hefur maður tilhneigingu fyrir því að það fylgir því ekki peningar í rauninni frá jöfnunarsjóðnum. Kannski kemur það eftir 1-2 ár þegar búið er að fara í gegnum öll möt og annað, en við erum alltaf og munum vera í mínus. Því það er í rauninni og var ekki og hefur ekki verið rétt gefið í þessu, og ef ég man rétt að þá hefur alltaf staðið út af borðinu í þessum samningum flutningana þessi erfiðu mál, þung mál. Ég held að það aldrei verið sérstaklega tekið fyrir og samið þau. En við þurfum að vekja athygli á þessu og vera dugleg í því og taka þá upp þetta samtal þannig að þetta verði leiðrétt, að það fylgi fjármagn þeim einstaklingum miðað við þeirra mat. Þannig að við getum þá bæði veitt þeim það eðlilega líf sem þau þurfa, því að segja sér sjálft við erum að borga með ákveðnum málaflokki, þá þurfum við að taka þá pening einhvers staðar annars staðar frá. Og nándin sem að er eftir að við tókum yfir, hún er meiri og það er svona tiltölulega auðveldara fyrir skjólstæðinga okkar að sækja þá þjónustu á okkur sem við svo veitum, sem er bara eðlilegt. Þannig að ég hef áhyggjur af því að þessi liður muni ekki rétta sig við nema við tökum upp mjög alvarlegt samtal við okkar viðsemjendur í og skora á okkar mannstjórn sambandsins að taka þetta. En að öðru leyti hef ég ekki mikið þetta að segja. Ég áskil mér það bara rétt að taka til máls í seinni umræðunni sem að mun fara fram reikningana og vonast til þess að þau gögn sem að við höfum fengið, það glæður sem bæjarstjóri var með, þar sem við getum dregið út svona það sem við viljum kannski horfa betur á og ræða betur við næstu umræðu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að fara til máls. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem áhlýða. Það er bara að koma inn aðeins inn á eitt mál. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir nefndi hérna djúpgáma og fleiri framkvæmdir í kringum gámu. Eins og hefur áður komið fram inn á fundum við okkur, það áttu djúpgámanir að fara niður við fjölliðuna, en það fór nú eins og það fór og við höfum síðan verið í viðræðum við annan lóðarhafa sem er bara því miður ekki komið lengra. Það var þar framkvæmdi við presshúsið, þá eiga þær að hefjast núna í sumar og eins var á þessu ári skiptum hliðarnir frá og fyrirhugað að fara í framkvæmdir við girðinguna umhverfis svæðið og
ég held að þeir sem hafi farið þarna upp yfir núna svona síðustu vikur í þessu COVID-ástandi hafi séð að þarna við þurfum að fara í töluverða endurskipulagningu á svæðinu. Það virðist hafa verið til ótrúlegt sorp í öllum bílskúrum bæjarins. Þannig að þarna, en við þurfum að fara í burti frá því líka bara, það er bara það mikið magn sem er að fara hann í gegn að þarna við þurfum að fara í endurskipulagningu á svæðinu og það er hluti af þeirri vinnu sem verður farið í samlega sorphópnum, starfshópnum sorpmálum. Það er bara endurskipulagning á svæðinu og hvernig við viljum sjá þetta til framtíðar. Takk fyrir. Það er fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ef ekki þá ætla ég bara að segja nokkur orð hérna úr sæti forseta. Ég held að við þurfum ekki að fá einaskiptingu í fundarstjórn og ég tjáði mig örlítið. En ég vil taka undir þær þakkir sem að bæjarstjóra, starfsmönnum bæjarins, stjórnsýslu og fjármálasviðs og endurskoðanda hafa verið færðar fyrir góða vinnu að þessum ársreikningi. Og ársreikningurinn sýnir ábyrga fjármálastjórn og trausta fjárhagsstöðu, ekki bara á árinu 2019, heldur bara á undangengnum árum. Eins og við vitum og þá þurfti sú bæjarstjórn sem tók hérna við fyrir 10 árum að taka á erfiðri stöðu sem þá var og sú staða hélt í rauninni áfram alveg inn á síðasta kjörtímabil, sem er kjörtímabilið 2014 til 2018. Fyrri hluti þess var heldur ekkert einfaldur eða auðveldur í rekstri bæjarins. Sú bæjarstjórn hélt áfram og tók vel á málum, þannig að það er búið að taka langan tíma byggja upp fyrir þá stöðu sem við horfum á núna, sem er sú að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar á heildina litið er sterk. Við höfum jafnt og þétt greitt niður skuldir, við höfum jafnt og þétt aukið eigið fé og erum í rauninni komin í þá stöðu að við getum farið svolítið að huga okkur til hreyfings. Ég fékk símtal í vetur frá minnir að hafa verið Gallup eða einhvert fyrirtæki að minnsta kosti sem var að framkvæma einhverja könnun og það var meðal annars verið að kanna bara fjárhag heimila á Íslandi. Og ég var spurður út í það hvort að fjárhag míns heimilis leyfði það að hann geti tekið á sig eitthvað x margra króna högg. Ég man ekki hvort það var 168.000 króna högg. Ef til dæmis bílbílar og þarf að fara á verkstæði, eða það gerist eitthvað í húsnæði og þarf að kalla til iðnaðarmann og svo fylgdist ég með því sem kom út úr þessari könnun og svona þóttist lesa það út úr þeirri umfjöllun og þetta væri svona ákveðið heilbrigðisvottorð fyrir fjárhag heimilis. Það er að geta tekið, að vera í nógu sterkri stöðu til þess að geta tekið á sig svona högg án þess að þurfa að hætta að kaupa mjólk eða brauð. Og það er einfaldlega þannig að það er ekki öll heimili landsins í þeirri stöðu að ráða við það ef að óvænt högg af þessu tagi lendir á fjárhag þeirra. Það má kannski líkja þessu við, og ástæðan fyrir að ég segja frá þessu hér, það má kannski líkja þessu við það högg sem við stöndum núna frammi fyrir sem bæjarfélag, sem er ástandið sem COVID-veiran hefur skapað. Og það er að vissu leyti svolítið gott að finna það sem bæjarfulltrúi að staða Akraneskaupstaðar, hún er sterk og við eigum að ráða við það að taka á okkur ákveðið högg.
geta brugðist við því með bara af styrk og með ákveðnum hætti. Samt sem áður þá þurfum við að sjálfsögða að fara varlega. Við þurfum að gæta að hverju krónu sem við leggjum til viðbragð okkar við þessu ástandi og halda vel utan þann kostnað sem að tilfellur eins og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir tók fram í sínu erindi. En til þess að komast í þessa stöðu sem að ásetningur sýnir núna og höfum við þurft að vera gætin og höfum þurft að sýna aðhald. Við höfum jafnvel þurft að vera nísk og leiðileg og það bara stundum það sem við þurfum að gera. Stundum þurfum við bara að segja nei og það ekkert að fara að breytast. Stundum þarf það bara. Þó svo að ásetningurinn líti vel út, að þá það vegna þess að við höfum tamið okkur ákveðin vinnubrögð og ákveðna sýn og þeim vinnubrögðum og þeirri sýn verðum við að halda. En ég hef lokið máli mínu og orðið ennþá laust fundarliði 1-4 ef eitthvað vill þegar sig ljós. Svo ekki og þá göngum við til atkvæðagreiðslu fundarlið 1 þá fyrst og það ásetningur 2019 ábyrgðar og skuldbindingayfirlit og óskað staðfestingu bæjarstjórnar Akraness á ábyrgðar og skuldbindingayfirlit í sundurliðun og bók ásetnings Akranessbæjar vegna ársins 2019. Og þeir sem að staðfesta ábyrgðar og skuldbindingayfirlit eru beðnir að gefa merki. Það eru 9 atkvæði sem að staðfesta það. Þá förum við í fundarlið númer 2, ásetningur A-hluti. Ásetning Akranessbæjar 2019 A-hluti, þar sem að í fyrsta lagi aðalsjóður, í öðru lagi eignasjóður, í þriðja lagi byggðasafn í Görðum og í fjórða lagi fasteignafélag Akranessbæjar. Rekstrar niðurstaða A-hluta fyrir óreglulega liði jákvæður 623,1 milljón króna. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 243,8 milljónum króna í jákvæða rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða með óreglulegum liðum jákvæð með 657,6 milljónir, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu 367,3 milljónir. Og lykiltölur fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna 1.718 en nam 1.183 milljónum árið 2018. Skuldaviðmið 23% en var 26% árið 2018. EBITDA-framlegð 8,38% en var 11,7% árið 2018. Veltufé frá rekstri 16,84%, var 21,4% árið 2018. Skuldahlutfall, skuldir deilt með rekstrartekjum 89%, var 92% árið 2018. Eiginfjárhlutfall 57%, var 55% árið 2018 og veltufjárhlutfall 2,33% en var 2,75 árið 2018. Og þeir sem samþykkja að vísa reikningum A-hluta svo komnum til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fari þá fram þann 12. maí næstkomandi eru þá beðnir að gefa merki. Það eru 9 atkvæði til samþykktar fyrir því. Þriðji fundarliður, það ásetningur B-hluti en undir hann fasteignafélag Akranessbæjar, Gáma, Háhiti EHF og Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili. Rekstrarniðurstaða B-hluta var neikvæð 1,9 milljónir króna og fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 12,9 milljóna króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Þeir sem samþykkja að vísa reikningum B-hluta Akranessbæjar til síðari umræðu sem fari fram þá 12. maí næstkomandi eru beðnir að gefa merki.
Það eru 9 manns sem samþykkir það. Fjórði fundarliður þá ársreikningur samstæða, en rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir óreglulega liði var jákvæð 621,2 milljónir. Samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 231 milljón í jákvæða niðurstöðu. Rekstrarniðurstaða með óreglulegum liðum var jákvæð 655,6 milljónir, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 354,4 milljónum í jákvæða niðurstöðu. Rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára 1721 milljón, nam 2081 milljón árið 2018 og ég held að það sé óþarfi að ég lesi allar þessar tölur upp það ekki. Þær eru allar búnar að koma fram. Þannig að þeir sem að samþykkja að vísa samstæðureikningi A og B hluta Akraneskaupstaðar til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram 12. maí næstkomandi eru beðnir að gefa merki. Það eru 9 atkvæði til samþykktar fyrir því. Þá förum við í 5. fundarlið. Þannig málsnúmeri 20.03.133. Þetta eru aðgerðir Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum eftirfarandi ráðstafanir til viðspyrnu vegna COVID-19 faraldursins. Í fyrsta lagi auki fjármagn í sjóð tómstunda og íþróttafélaga til að halda uppi öflugu félagstómstunda og íþróttastarf fyrir börn og unglinga, samtals 4,5 milljón. Í öðru lagi fjármagn til heilsueflingar íbúa Akraness 18 ára og eldri, 5.000 króna hreyfiseðill á hvern íbúa, samtals 15 milljónir. Í þriðja lagi aukið fjármagn til viðburðahalds í menningarmálum, samtals 3 milljónir. Í fjórða lagi aukið fjármagn í styrktarsjóð menningarmála, samtals 1,5 milljón. Í fimmta lagi fjármagn til sérstaks markaðsátaks á Akranesi, samtals 4 milljónir. Í sjötta lagi fjármagn til nýsköpunar og tækni í innleiðingu rafræna þjónustu hjá Akraneskaupstað, samtals 10 milljónir. Og þetta eru þá samtals 38 milljónir sem bæjarráð samþykkti í viðauka númer 9 í fjárhagsáætlun ársins 2020. Kostnaður auka verður mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Þannig að viðauki númer 9 þá hér lagður fyrir bæjarstjórn og orðið laust í umræðu hann. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svo sem ekki hafa mörg orð þennan lista sem við hefum hérna fyrir framan okkur. Það sem ég vil nefna það sem ég sakna inn á þennan lista núna sem að hefði orðið skilaboðum okkar fyrstu aðgerðir að ég hefði gjarnan viljað sjá inn á þessum lista fjármuni sem að við settum í að undirbúa framkvæmdirnar á Jaðarstöðum. Ég vil meina það að við eigum að fara bara strax í það að undirbúa framkvæmdirnar þó að við munum svo á ákveðnum tímapunkti taka ákvörðun það hvort við förum í þær á ákveðna tímapunkti en ég held að við þurfum að vinna tíma með því að fara strax á stað í það að undirbúa þessa uppbyggingu til þess að fjármagn og ég bara hvetja þá sem að ráða og þess að senda bara skilaboð út að við ætlum okkur að fara á stað með jaðarsbakkana og við förum bara á stað með þá. Við höfum tíma með við erum að undirbúa til þess að ákveða tímapunktin sem við hefjum framkvæmdum. Það töluvert undirbúninguna eftir sem að við höfum haft inn á fjárhagsáætlun þangað til fyrir þetta ár að það var tekið út. Við vorum með
og man ekki alveg tölnar 80 til 100 milljónir sem við höfum haft síðustu 2-3 árin inn á fjárhagsáætlun. Og ég vil bara hvetja til þess að við setjum þessa peninga inn strax og hefjumst handa við að undirbúa þessar framkvæmdir. Sakna þess að hafa ekki séð það hér sem okkar fyrstu aðgerðir í þessu COVID viðbragðsáætlun. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það bæði fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég kannski fá að svara aðeins bæjarfulltrúi Einar Brandssyni. Ég er hjartanlega sammála honum á fundi umhverfis- og skipulagsráðs sem haldinn var í gær. Þá var afgreitt inn í lítið framkvæmdapakka sem verður tekinn fyrir í bæjarráði á 50-daginn. Beiðni 100 milljónir til þess að klára þetta verkefni. Það er að segja að klára hönnun og verkfræði hönnun og undirbúa útboð. Og vonandi bara verða jákvæðar viðtökur í bæjarráði á 50-daginn. Ég get líka upplýst að það er búið að fara fram og í gangi viðræður við hönnuði og annað. Það er verið að skoða svolítið hvað kostar það. Þannig að þessi vinna í fullum gangi og vonandi bara getum við hafið standa á þessu ári. Eða allavega ekki kannski hafið standa en allavega farið hreyft duglega við þessu máli. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? 5. fundalið aðgerðir vegna COVID. Það er bæði fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, allir bæjarfulltrúar. Þetta aðgerðir Akranesskjörstjórnar COVID-19 við höfum svo sem ræddum það líka aðeins á síðasta fundi. Og finnst mér þetta fyrir margar sakir metnaðarfullt plagg hjá okkur. Og maður hefði einmitt vilja svolítið sjá að við myndum vinna aðeins hraðar og við tölum að spýta í lófana varðandi viðhaldsverkefni þeirra fasteigna sem við erum með og fengum við fínan lista frá skipulags- og umhverfisráðinu sem ég vona svo sannarlega að það verði bara farið í það að byrja ef það er ekki byrjað nú þegar. Og vona ég að allir verktakar bæjarins séu nú samt ekki svo uppteknir og ég get ekki mætt okkur í þessari vinnu. En það verður bara að koma í ljós. Ég velti fyrir mér varðandi menningarmálin og það sem við erum að auka í viðburðahald. Það sem að viðburðahald virðist vera bara í töluverðu uppnámi þetta árið vegna COVID. Og svona velti fyrir sér og ég veit að það hefur verið rætt í menningar- og safnanefnd hvort að við hreinlega getum haldið þá viðburði sem að hafa verið svo sem okkar einkennismerki, svo sem Vísir dagar og svo fleiri viðburðir, sjómanna sunnudagur og 17. júní. Og hvort að þessi fjármuni nýtast þá að hluta til kannski eitthvað annað. Mér skilst nú á þeim tölvupóstum sem hafa gengið á milli að þetta verði vonandi tekið upp í bæjarráðinu. Ég held að við þurfum einmitt að skoða þessi fjármuni sem við ætlum til þessa viðburða sumarið 2020, hvort að við endurskoðum það og nýtum þá jafnvel fjármuni í einhver önnur verkefni. Bara svona ympur á þessu og vonast þess að taka umræðan í bæjarráðinu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Við erum það bara svona aðeins að taka undir þetta sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sagði síðast. Við hefum hugsað þetta líka. Við auðvitað
gripum til aðgerða í bara tiltölulega fljótt og vorum alveg með fyrstu sveitarfélögum til þess að svona kynna okkar aðgerðapakka. En það þýðir líka að við kannski sáum ekki og enginn auðvitað á þeim tíma sá fyrir hversu lengi þetta ástand myndi vara eða með hvaða hætti takmarkanir eru teknar tilbaka. Við vitum það eiginlega ekki ennþá. Þannig að við settum þetta svona fram í bara þeirri góðu trú að síðara hluta árs eða síðara á árinu að þá yrði hægt að blása til samkomuhalds. Nú auðvitað bara vitum við einfaldlega ekki hvernig það verður. En annað sem að ég hef líka bara svona velt fyrir mér er þá það sko, getum við þá með einhverjum öðrum hætti gert til dæmis hlutum eins og þjóðhátíðardeginum skil. Með einhverjum öðrum hætti heldur en blása til samkomu á Akratorgi eða einhverju þess áttar. Getum við í staðinn boðið upp á einhvers konar útsendingu eða sendt út hátíðardagskrá í gegnum vef Akraneskaupstaðar eða bara eitthvað þess áttar. Ég er ekki búinn að hugsa þetta djúpt, en þetta er bara svona eitthvað sem ég velti fyrir mér og þá hvort að þessi fjármunir sem við setjum til viðburðahalds geti nýst til þess að þó líka upp á hversdaginn fyrir okkur hér á Akranesi. En við tökum þess að þetta er á dagskrá, það er á fimmtudaginn, við tökum þessu umræðu þar og við erum að minnsta kosti búin að taka þarna þessar 3 milljónir frá til viðburðahalds með hvaða hætti við ættum síðan að gera það en við finnum þessum peningum einhvern góðan farveg í okkar viðbrögðum við í rauninni ástandinu eða áhrifum COVID-veirunnar á bara mannlífið á Akranesi. En ég hef lokið máli mínu og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og aðrir sem að hlýða. Þetta mál er inn í bæjarráði eða verður á dagskrá bæjarráðs á fimmtudaginn og ég tek bara undir orð bæjarfulltrúa Valgarðs Lyngdals Jónssonar það að við rauninni vitum ekkert nákvæmlega hvað næstu vikur eða mánuðir fela í sér og ég held að verði bara mjög gott einmitt að taka umræðuna, hugsa í lausnum hvernig við getum brotið upp hversdagsleikann og tökum þessa umræðu og fáum Elvu Maríu Gunnarsdóttur inn á fund okkar og fáum svona upplýsingar umræðuna sem áttu staðinn í menningarmála og safnanefnd til að fara yfir þessi mál. Hvað varðar framkvæmdir og framkvæmdapakkann, þá var það niðurstaða allra bæjarstjórnar þegar við kynntum COVID-19 pakkan okkar að við myndum að það yrði fundað eins og hefur núna verið innan skipulags- og umhverfisráðs hvaða framkvæmdir og forgangsröðun framkvæmda. Eins og bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin Sæmundsson kom inn á, þá er á þeim lista sem er að koma inn í bæjarráð á fimmtudaginn. Þar er framkvæmdin Jaðarsbakkar, þannig að það er ætlunin og ég vona ætlunin að hreyfa við því og ég vona að við getum unnið innan bæjarráðs bara hratt og vel áfram á þessum lista sem kom frá skipulags- og umhverfisráði og klárað hann, þannig að við getum farið að sýna betur á spilin hvað liggur þarna að baki. Þannig að það er svo sannarlega ætlun allra að hér í bæjarstjórn að ég tel að þetta sé eitt af þeim verkefnum og við séum að setja skilaboð það að það sé á dagskrá. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Þeir sem óska eftir að ræða viðauka númer 9. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá
Greiðum við atkvæði. Þeir sem að samþykkja viðauka númer 9 við fjárhagsáætlun ársins 2020, samtals krónur 38 milljónir og að kostnaðaraukanum verið mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Þessi samþykkja gjör svo líka á merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 20.04.027. Þetta er viðhald fasteigna. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 10 á fjárhæð krónur 54 milljónir vegna aukinna viðhaldsframkvæmda á árinu 2020 sem skal ráðstafað inn á lykilnúmer 31830 4620. Kostnaðarauka verður mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Og viðauka númer 10 vísar til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust með þá sem að vilja taka til máls. Já, það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, það er í bæjarfulltrúi. Mér langar bara að koma stutt inn og bara þakka öllum í bæjarstjórn fyrir að bara vinna þetta mál bara svolítið hratt og vel og bara, við vera bara eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á það, við erum að senda skýr skilaboð. Bæjarfulltrúi Valgarður Líndal kom líka inn að við vorum eitt af fyrstu bæjarfélögum sem svona komum fram með okkar tillögur og okkar pakka. Þarna erum við bara að senda mjög skýr skilaboð að við ætlum að stíga upp á þessum erfiðu tímum. Við erum í stórsókn í viðhaldi og framkvæmdum og við ætlum ekkert að slá af þar. Og þannig að, já, það er ekki meira. Mér langar bara að segja takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég ætla að lýsa bara yfir ánægju minni með það. Við erum að fara á stað hérna með metnaðarfull áætlunum að flýta hérna viðhaldsverkefnum og ég vona að hérna þessi verk séu þannig á þannig stað að það sé hægt að fara allavega fljótlega í eitthvað af þeim, þannig að verklegi hluti fara á stað. En ástæðan fyrir því að ég tek til máls undir þessum lið var náttúrulega kannski aðeins þess að hrósa skipulags og umhverfisráði, það má stundum. En mér langar í rauninni að forvitnast það hvort við höfum þá líka hugsað það að með svona þungu álagi sem ég meina verði á skipulags- og umhverfissviði, hvort að það hafi eitthvað verið hugsað út í það að hvernig menn ætla að vinna verkið, ætla menn að vinna á þeim mönnum sem er á sviðinu í dag, ætla menn að kaupa út vinnu, eða ætlum við að bæta við mannskap á sviði. Ég held að það sé alveg klárt að ef við ætlum að koma eitthvað af þessum verkum í verk og áfram á næstum mánuðum, þá gerum við það ekki það verður alveg þungt álagi á því starfsfólki sem er á sviðinu. Þannig að hvort að það sé ekki búið að hugsa eitthvað það hvernig þetta verður tekið á þessu. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Karl Jóhann Grens tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, nú komum við að hrósa bara undir þessu lið, bara flott að fara í svona viðhaldsframkvæmdir með ábendingum framhaldið. Ég hugsa sko fyrir iðnaðarmenn og annað í samfélaginu hér í augnablikinu ágætt að gera. Þetta gæti verið það sem verður til þess að verður bara í alveg í lagi hjá þeim. En opinn að þessu allur í sumar. Við þurfum aðeins að hugsa líka hvað svo næsta vetur. Það gæti orðið þungur tími að næsti vetur. Nú að koma sumar, þannig að það meira að vera. Þetta gæti orðið erfitt næsta vetur. Þannig að við kannski aðeins að skoða þann vinkil líka að hvort að ég var annar pakki, ég ætla ekki að dæma það, en þá þarf að taka þetta líka til skoðunar.
Takk fyrir. Fyrir, Karl Jóhann hefur lokið máli sínu og bæjarstjórinn, Saga Freyr, kveður sér hljóð, skjör svo vel. Ég hef nú tekið upp á þeirri, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég hef tekið upp á þeirri persónulegu hefð að rósa bæjarfulltrúum sem að taka til máls í fyrsta skipti og ég ætla bara að gera það aftur, Karl Jóhann, til hamingju með það. Þínum fyrsta fundi að tala, það er eiginlega stærra skref en að mæta, þannig að til lukku með það. Takk fyrir, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, kveður sér hljóð, skjör svo vel. Takk, forseti, það er bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að taka undir orð bæjarstjóra, Saga Freyrs og óska eftir hamingju með fyrsta fundinn og þetta innlegg, Karl Jóhann. Svo langar mig líka að svara bæjarfulltrúar Karl Jóhanni að við erum skipulags- og umhverfisráð sendi frásemd í þessum pakka sem er komið hérna áður fram sem kemur inn í bæjarráð á 50-daginn. Þá eru frekari viðhaldsframkvæmdir, stóra framkvæmdir sem ættu þá að teygja sig inn í veturinn og jafnvel yfir á næsta ár. Þannig að við höfum líka hugsað fyrir því. Svo var bæjarfulltrúi Einar Brandsson hérna með ábendingar. Nú er náttúrulega í gangi vinna á vegum Kapasend bæjarráð óskað eftir sem á að liggja fyrir núna í júní. Það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúi Einar Brandsson, það er gífurlegt álag þarna niðri. Við erum í dag að kaupa og hluta af vinnu og það er útséð að annaðhvort verður að koma til ráðningar eða þá að útvista töluvert mikilli vinnu og ég fyrir mína parta þá myndi ég vilja auka inn mannskap því að þeir sem þegar vinna á sviðinu að skila mjög góðri vinnu og við erum mjög heppin með starfsfólk þannig. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur mál, skjör svo vel. Takk fyrir, forseti. Bæjarfulltrúar, ég ætla að leyfa mér að vera algjörlega ósammála Ragnar B. Sæmundssoni, formann skipulags- og umhverfisráðs og ég held að við ættum frekar að horfa til þess að útvista þessum verkefnum til okkar fyrirtækja sem eru þó að reyna að halda þeim starfsmönnum og á launaskrá hjá sér. Og við ættum að horfa í það heldur en að vera að auka frekar á launakostnað og launatengd gjöld, af því nóg eru þau nú fyrir og hvet bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson að endurskoða þessa skoðun sína. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson biður um orðið í þriðja sinn. Það er góðfúslega veitt, gjör svo vel. Takk fyrir. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, eins og ég skildi fyrirspurn Einars, þá sneri það meira að starfsmönnum skipulagssviðsins niðri en ekki kannski starfsmönnum áhaldahús og annað, starfsmönnum sem koma að skipulagi utanhaldi verkin og við erum nú þegar við erum útvistað mjög mikið til fyrirtækja hér í bænum, Verkfræðistofu og annað, en ég held að við þurfum samt sem áður alltaf að hafa ákveðin kjarnaverkefnastjóra og annað sem halda utan verkin okkar og ég held að þar ættum við að bæta í og það sem verður svo í hinum endan, en þar ættum við allavega að bæta í og þar þurfum við að bæta í. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður um orðið, gjör svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að benda líka á það að við erum með alveg svakalega stórt verkefni fyrir framan okkur sem að við höfum kannski ekki rætt mikið upp á síðkastið en ef allt fram sem horfir að þá stöndum við frammi fyrir því að við erum með Siemens-reitin okkar kláran til uppbyggingar næsta vor. Þannig að ég held að við þurfum líka að spýta í lófan þar og
það mun líka krefjast mannafla, hvernig sem við ráðum fram úr því. Mín skoðun það að við verðum alltaf að fara í rauninni báða leiðir í ráðningu. Bæði sem sagt hugsanlega ráða einhverja inn til okkar og svo útvista í ákveðin verkefni. Mín skoðun, en ég gleymdi þess að við erum með svakalega mikið verkefni svo framkvæmd líka fyrir utan þessi COVID-úrræði og jaðarslakkana á kannski. Takk fyrir. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Andri bæjarfulltrúar, kannski bara einn frá þeirri vinnu sem er væntanlega í gangi núna hjá bæjarstjóra að mestu varðandi úttekt á stjórnsýslunni og ég held að við ætlum að horfa í þær niðurstöður þegar þær koma og taka svona yfirvega ákvörðun í framhaldi af því eins og við höfum svo sem rætt í bæjarráðinu. Bíða og sjá hver sú niðurstaða verði og velta svo upp möguleikunum. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Og við förum þá í atkvæðagreiðslu 7. fundalið. Viðauka númer 10 við fjárhagsáætlun ársins 2020 sem er samtals á fjárhæð krónu 54 milljónir og verði kostnaðaraukanum mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Þessi samþykkja viðauka númer 10 gefur svo gefamerki. Það eru 9 atkvæði samþykktar. 7. fundaliður hefur málsnúmeri 20.04.026. Þetta er Faxabraut, Akranesvegur 509, framkvæmdaleyfi. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt fyrir endurgerð á 800 metra kafla Faxabrautar. Framkvæmdin felur í sér gerð grjótvarnar meðfram Faxabraut, endurbyggingu á núverandi vegi og lagnavinnu. Og orðið er laust þennan fundalið og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég vil bara lýsa yfir mikill ánægju að þetta sé komið hingað inn og sé komið svona langt. Það er búið að bjóða út verkið og það verður opnum tilboð á þriðjudaginn næstu viku. Það er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist svo bara núna næstu vikum og ljúki svo í september 2021. Þannig að svo allir vita sem fara að þá er grjótvörnin ónýtt og gatan líka. Þannig að þetta verður mikil lyftistöng. Það verður sannlega mikil breyting hérna. Grjótvörnin hækkar náttúrulega töluvert frá því sem er. Og við höfum svo sem áður farið yfir það hér ástæður þess. En ég held að þetta verði mikil lyftistöng þannig fyrir svæðið og eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á áðan við erum með stórt verkefni sem er Sementsreitur og þetta er eiginlega skilyrði fyrir því að sá reitur geti byggst upp og það er að við séum búin að tryggja hérna sjóvarnir þannig að enn og aftur mjög ánægjulegt að þessi komið inn til okkar. Takk. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundalið. Svo er ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfis fyrir endurgerð á 800 metra kafla Faxabrautar. Við felur í sig gerð grjótvarna meðfram Faxabraut, endurbygging á núverandi vegi og lagnavinnu. Þessi samþykkja útgáfu framkvæmdaleyfisins gjörðu svo gefamerki. Það eru 9 manns sem samþykkja það. 8. fundaliður er þá málið sem að tekið var hér inn með afbrigðum í upphafi fundar. Það hefur málsnúmerið 20.04.169. Þetta er aðalskipulag og deiliskipulag vegna skógahverfis áfanga 3A og 3C og Garðalundur skipulagslýsing. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi skipulagslýsing verði auglýst.
Fundargögn eru málsgögn eru í fundargögnum bæjarfulltrúa og orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætis bæjarfulltrúar. Við sjáum hér held ég að ég muni rétt allavega í þriðja skiptið að við leggjum á stað með þetta verkefni sem er deiliskipulagið í Skógarhverfi 2A og 3C og inn í þetta er skipulaginu fyrir Garðalund einnig. Ég er búinn að flytja hér margar ræður þessar breytingar og mín skoðun í sjálfu sér hefur ekkert breyst og ég sé að tillögurnar hafa í rauninni lítið breyst frá því að við lögðum í þessa vegferð fyrst og meiri hluti virðist vera fyrir því í dag að ganga á þetta svæði sem að þarna til staðar og í dag og hefur ýmsa möguleika í för með sér að nýta en nú á að byggja á því svæði. Við höfum diskuterað þetta og ég meina þess að hvað formann skipulags- og umhverfisráðs að koma þessu máli bara inn og ljúka því ef ég er einn á móti þessu þá náttúrulega fer þetta í gegn. Það sem að ég í rauninni hef sagt það að ég vil meina að við séum að eyðileggja möguleika á því að búa til á þessu svæði sem nú á að taka undir byggð mjög fallegan og góðan garð og útivistarsvæði til langra framtíðar. Það að svona rúmlega miðaldra hvítur karlmaður skuli vera í þeirri baráttu að verja græna bletti í dag er kannski sérstakt en þetta er nú einu sinni mín skoðun og ég vil meina það að til framtíðar að þá verðum við okkur verður alveg ekki hrósað fyrir þetta. Það sem ég skil ekki við það sem er að koma hér fram það er búið að nýta inn í þetta að taka úr reit fyrir hótel. Ég er á þeirri skoðun að þetta sé æskilegasti reiturinn fyrir hótel á Akranesi. Þannig erum við með beina tengingu við golfvöllinn og það er oft þannig að fólk sem að stundar golf það vill oft koma og gista og borða og sem það hefur í rauninni ekki möguleika í dag. Þetta er mjög þekkt að það skuli vera hótel við golfvelli og pluss að hafa golfvelli þá höfum við þó skógræktina og gætum ef við væri gefa til að leiðrétta þessi mörk sem við erum að fara yfir þarna að þá erum við með flottan garð eða möguleika á því. Og svo höfum við mjög stutt í Jaðarsbakka svæði sem að við höfum hug á því að byggja upp með miklu metnaði svæði sem að hentar vel til margvíslega íþróttaiðkana og væri hægt að samnýta hér hótel við
þetta svæði. Þannig að ég á þeirri skoðun að við hefum ekki að taka þetta út, það hefur engan skaða að hafa þetta inni. En ef að framtíðin ákveður það að setja upp hótel á þessu svæði, þá ég hræddur að það verði mjög erfitt að koma því aftur inn. Og ég held að gerum í rauninni framtíðin engan greiða með því að taka þetta út núna, því að framtíðin mun þá ákveða það sjálf. Það þeim sem sitja við þetta borð. Þannig ég sé ekki tilganginn í að taka þetta út. Og því mótvægt. Ég hef í rauninni ekki hingað til að átta mig á því hvað það í rauninni á bak við þá ákvörðun að fara inn á svæðið með byggingar. Það hefur verið sagt að það hafi verið bætt við einhverjum grænum svæðum annars staðar, í staði fyrir þann missi sem við verðum af þarna. En í heildina litið við í rauninni að ganga á grænum svæðin frá því skipulagi sem var. En við höfum held ég verið nokkuð sammála það að við vorum að þeirri skoðun að byggðin ætti að fara örlítið lengra í norður og ég hef ekki heyrt í rauninni andmæli gegn því. En ég ætla ekki að kvelja mikið meira með þetta. Þetta fer bara sinn gang, en ég mun greiða atkvæði gegn þessu. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem óska eftir að taka til máls varðandi 8. fundalið. Það fulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég líkt og kollegi minn Einar Brandsson hef áður tjáð mig þetta mál og þegar þessi umræða fór svo sem á stað þá fannst mér hún ankannaleg þar sem við vorum að fella út skipulagsmörkin og vorum ekki búin að setja ný skipulagsmörk í staðinn og mér fannst þetta að vera svona frekar óvöndu vinnubrögð og stend og fell með því. Hér erum við svo að sjá þetta nýja skipulag sem að liggur fyrir fundinum í dag og ég tek alveg heils hugar undir orð Einars Brandssonar bæjarfulltrúa þar sem að það verið að ganga á græna svæði sem að var og tilheyrði Garðalundi samkvæmt skipulagi. En ég get bara ekki séð það í þessum gögnum sem að liggja fyrir okkur hvað verið að taka mikið af skógræktarsvæðinu undir þetta af því að maður sér þetta á teikningunni en ég hefði viljað vita hvað þetta stórt svæði uppmælt. Þá ég að vísa í þessa mynd sem að svona skámerkt hérna í þessum gögnum sem við erum með hér. Mér finnst það mikilvægar upplýsingar. Ég ætla að endurtaka það svo sem ég hef sagt og það mín skoðun. Mér finnst þetta ódýrlaust á vandamáli meirihlutans með lóðaskort. Ég hefði kosið að gera þetta öðruvísi og ég hefði kosið að gera þetta mun fyrr að byggja upp hverfi eins og það Auðvitað má breyta hverfinu deiliskipulaginu með einhverjum hætti og skipulag eru svo sem lifandi plagg en mér finnst, ég tek alveg undir sjónarmið fólks sem hefur komið að tala við mig að það fái þarna lóð og það að velja endalóð og ég sjálf í þessari aðstöðu þegar ég var að byggja, ég valdi mér endalóð
það yrði mjög ankannalegt ef að það ætti að fara þétta byggð og það að sitja eina ráðhúslengju við endan á botnlingunum hjá mér. Þetta ekkert öðruvísi, þó að það sé mun minna í sniðum. Ég ætla líka að taka undir orð Einars Brandssonar með hótelreitin og ég skil ekki af hverju verið að svo sem að henda honum út og að það sé ekkert að fara að gerast þarna á þessu svæði að við vitum, maður veit svo sem aldrei. En eins og ferðamannaiðnaðurinn í dag, þá náttúrulega á hann mörg ári í landa að fá sín sár til þess að gróa. En ég held að það ætti að vera þá kannski einhverja annarra að taka þessa ákvörðun í framtíðinni. En þetta myndi vissulega hjálpa svo sem sveitarfélöginni að byggja upp ferðamannaiðnaðinn, en ég samt sem á því að fallegasti hótelreiturinn ennþá á niður við höfn og ég vona svo sannarlega að það muni einhvern tímann verða að veruleika og maður lifi að sjá það. Ég til þess að draga það saman sem ég hef sagt hér að þá ég ekki hrifin af þessum vinnubrögðum og það mín skoðun og ég kem til að kjósa á móti þessu. Friðrik Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti aðrir bæjarfulltrúar, ég ætla svo sem bara að hafa þetta stutt. Nú leggjum við fram þessi gögn, aðaldeiliskipulag og deiliskipulag fyrir Garðalinn. Nú hefst lögbundinn umsagnarfrestur eða það sem hagsmunaaðilum, íbúum og öðrum gefst kostur á að koma með sína ábendingar. Og að því loknu þá verður þessi vinna tekin upp og skoða og ef það eru þar ábendingar sem verða til þess að gera stóra breytingar þá komum við inn með þær, annars þá kemur málið aftur inn til umfjöllunar á þeim tíma liðnum. Takk fyrir. Friðrik Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Þeir sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Kristín Halla Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar aðeins mál hliða. Ég ætla bara að fagna því að við séum að fara áfram með þetta mál og þetta sé að fara þá áfram í ferlinu. Varðandi stærðir ég veit ekki, ég sýnist hótelreiturinn vera rúmir 2 hektarar og þessi viðbót þarna séu rúmir 4, þannig að þetta svona bara sem ég var að slá á meðan ég satt hérna heima. Þannig að tapið á grænusvæði er einhvers staðar rúmir 2 hektarar. Hins vegar kemur inn svæði sem þessi hótelreitur á sem miklu skemmtilegra grænt svæði að mínu mati heldur en það sem við töpum. Þannig að það er meira tilbúið og betra framhald heldur en flóin vestan við veginn upp í Klapparholt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristín Halla Sveinsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Kannski bætti við að forseti og aðrir bæjarfulltrúar, kannski bætti við að tekin saman öll grænusvæðin, það segja meðfram ofaslausnunum og meðfram trefildi meðfram vegi og þessi hótelreitur og annað, að það verða rúmur hálfur hektari sem við erum semst að tapa í grænum svæðum frá fyrra skipulagi. En hann, já, það var ekki með. Takk. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og já, fulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel.
fyrir það. Forseti átti bæjarfulltrúar. Bara þakka Kristni Halli fyrir upplýsingarnar. Það gott að hafa svona mann sem að vinnur við það að skoða svona gögn daglega. Mæla út land. Já, reikna út land. Þannig að ég bara mínu bestu þakki fyrir það. Þannig að við erum að tala einhverja 6 hektara en mér finnst þessi skiptimynd formanns skipulags- og umhverfisráðs að það sé verið að setja önnur grænsvæði inn fyrir hitt. Mér finnst það ekki svona eðlileg rökfærsla því við erum að tala litla bleðla hér og þar, heldur en við erum að tala annað svæði sem er innan merkja Garðalunds. En við getum svo bara að skoðanaskipta það. Ekkert mál. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Þú eftir að taka því máls. Já, forseti og aðrir ágættu bæjarfulltrúar. Ég mun langar aðeins að bara út frá athugasemd bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem sagt heildarsvæðið ekki 6 heldur og þetta svona gert í flýtið þannig að það gæti verið einhver skekkjumörk á þessu. En sem sagt, svæðið í Garðaflóanum rúmir 4 og síðan hótelreiturinn einhvers staðar rúmir 2, þannig að mismunurinn á þeim reitum einhvers staðar rúmir 2. Þannig að það sem sagt, talan sem ég horfi á. Ég ætla ekki að leggja saman sem sagt, hótelreitin og svæðið í Garðaflóa, ásakið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Einar Brandsson biður að þið gjöra svo vel. Forseti ágættu bæjarfulltrúar, í sambandi við stærð og annað á þessum grænu svæðum að við erum í rauninni að með þessum ráðstofunum að skerða möguleikana á einu heilsteyptu útivistarsvæði á kostnað þess að gera svona renninga og einhverja fleðla hér og þar. Þannig að mér finnst það mjög léleg skipti. Það varðar hótelreitin að ef það verður ekki byggt á honum í framtíðinni þá náttúrulega nýtist hann á meðan sem útivistarsvæði fyrir okkur og sem að skipulagt á honum hótel í framtíðinni ekki. Það sem ég segi að ef við tökum þetta út núna, þegar við þurfum ekkert að gera, því að í sjálfu sér ekki að fara að reisa hótel næstu 5-10 árin kannski, en framtíðin kannski gæti hugsa sér að hafa hótel á þessu svæði. Og ég alveg sammála bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og við þurfum að hafa annað hótel en við höfum. Ég bara tel að þarna séu að hugsa eða horfa á mismunandi ferðamenn sem að sækja annars vegar golf og hina sem sækja einhverja aðra segla sem við höfum á niður við höfn og við eigum að hafa metnað í okkur að við höfum að minnstakosti pláss fyrir 2 hótel fyrir framtíðina. Það algjör óþarfi og hefur engan tilgang í rauninni að taka þetta út. Hitt sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom aðeins inn á áðan, að það rosalega þungt fyrir þá sem hafa valið sér lóð fyrir 3-4 árum og byggja hús og svo bara koma bæjaryfirvöld og breyta öllu skipulagi í kringum sem nánast í ámælisvert svona stuttu eftir að fólk og hverfi reisa. Ég ger mér alveg grein fyrir því að skipulag ekki til. Það hlýtur að vera lágmark að við látum skipulag í friði þannig að það sé að gerða þær lóðir sem að við erum þó nýbúin að úthluta. Það er náttúrulega
það er alveg svakalegt fyrir þá sem eru nýbúin að byggja þarna og valið sér staðsetningar út frá því skipulagi sem í gildi. Svo koma bæjaryfirvöld og breyta öllu í kring. Það getur ekki verið góð stjórnsýsla. En eins og hefur komið hérna fram, þetta það sem að meirihluti vill og við kynnum þetta núna fyrir bæjarbúum og við sjáum það hver viðbrögðin eru hjá þeim. Þetta það sem að í rauninni eðlilegt ferli, meirihlutinn, hann kemur með þær breytingar sem hann vill gera og það rétt á formanni skipulags- og umhverfisráðs að bæjarbúum gefst á núna kostur til þess að koma með ákveðnar athugasemdir og þá bara verðum við að sjá hvort að meirihlutinn fer eftir því. Hann búinn að fá einu sinni mótmæli við þessu og hann ennþá með þann hlutan sem að mestu mótmælin voru við þegar þetta kom fram í fyrsta skipti inni. Þannig að ég ger ekkert ráð fyrir að vera mikil breyting þar á. Fulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson biður orðið. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Forseti og góðu bæjarfulltrúar. Ég sé mér eiginlega knúinn til að taka til málsins mál. Ég ætlaði nú reyndar ekki að gera það. En bara svona þess að nefna það, þá vil ég bara fagna því að þessi tillaga sé þá komin fram og við séum í rauninni að klára þetta mál núna varðandi þessa lýsingu. Við samverja mína minnihlutann, þá langar mér bara að nefna það. Það ekki bara meirihlutin sem stendur að þessari tillögu. Það líka fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í skipulags- og umhverfisráð. Hann stendur að þessari tillögu. Og það bara nauðsynlegt að það komist að. Nú, varðandi það sem við höfum rætt hérna sérstaklega, þá langar mér bara að nefna það að auðvitað þannig að skipulag tekur gjarnan breyting og það mat okkar í skipulags- og umhverfisráði að við séum að leggja fram skipulag sem við erum tilbúin að styðja þessu starfi núna. Það þá í höndum íbúa eða hagsmunaaðila að koma með ábendingar og gera athugasemdir. Það bara hið eðlilega ferli. Og ég vil bara nefna það, ég var nefnt að það væri ekki vöndu vinnu. Þá vil ég segja það samt. Við höfum vandað okkur í skipulags- og umhverfisráði. Við höfum hýtt íbúa sem hafa verið gagnrýnt þetta hvað mest og við höfum hlustað eftir tillögur þeirra í þessu máli. Og við höfum farið að þeim tillögum. Og þannig skipulagslýsingin eins og liggur fyrir nú. Og það kann vel að vera, sú skipulagslýsing taki breyting. Og það auðvitað þannig að skipulags- og umhverfisráð ekki búið að segja að þetta verði endanlega niðurstaða. Þetta eins og svo tillaga sem við ætlum að leggja fram. Og svo sjáum bara hvernig málum vindur fram og hvort það verða að gera breytingar á þessu skipulagi. Ég er að taka undir með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Það verður þetta óheppilegt að við skildum þurfa eða í rauninni gera með þeim hætti að hafa ekki skipulagsmörkin undir þegar við tókum ákvörðun að skipta þessu upp. Og það hefði auðvitað verið betra fyrir tillögu. Við hefum tekið allt svæðið í einni tillögu. En eins og við þekkjum þá það þannig að við vildum koma ákveðnum áfengum af skipulaginu í gegn. Og það meðal annars skólum. Ég vona nú að verði friður þetta og íbúarnir og aðrir fáið á tækifæri til þess að koma með sína ábendingar sem málum. Síðan kemur þetta mál hérna. Þangað til held ég að gefa íbúum bara tækifæri til þess að tilmæla þessu tillögu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og ég ætla að segja örfá orð bara hérna en einu sinni hérna bara á stóli forseta. Ég held nefnilega að það hafi verið ég ætla að grípa til varna fyrir formann skipulags- og umhverfisráðs. Ég held að það hafi verið ég sem fór að tala grænu svæðin og einhvern tímann í umræðum þetta og lýsti bara þeirri skoðun minni
að mér litist í rauninni betur á að græn svæði væru svona inni í byggðinni heldur en í einu stóru flekk fyrir utan. Þannig var gamla skipulagið. Það voru bara lóðir þétt hver við aðra, engin opin svæði þar inn á milli, en græna svæðið í einu stóru flekk fyrir utan byggðina. En mér finnst það vera breyting til bóta að það skipulag sem að nú verið að kynna og setja í auglýsingu, að það búið að losa aðeins byggðina sjálfa. Það meira svona opin rými í henni og svona meira andrými í henni. Og það mín skoðun og það getum við bara verið ósammála. Það bara allt í lagi. En ég held að hafi verið ég sem að vakti máls á þessu og vildi þess vegna bara hávarða á þessu. En eru fleiri sem að vilja taka til máls. Svo Það ég undan þá. Já. Að sjálfsögðu, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, þá getur bæjarfulltrúi hérna nú ekki að fara að gera mikinn ágreining hérna í minnihlutanum, en ég hef alltaf þegar ég tala meirihluta þá það hefur þá verið mismæli. Ég hef talað að meirihluti bæjarstjórnar hefur ákveðað og ég spurði að því held ég eftir tíma að það hefur verið tryggur meirihluti bæjarstjórnar, ekki meirihlutinn sem að ræður. Þannig að ég byrst afsökunar og það hefur misskilist. Ég hef alveg verið klár á því að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur talað fyrir þessu skipulagi og menn bara stundum ekki sammála. En ég ætla að ef að þessi tillaga sé í sátt við íbúa á staðnum, því ég hef í rauninni upplýsingar annað. Það hefur ekki verið komið, samkvæmt því sem ég hef, bæði skriflega og í samtölum, ekki verið komið til móts við þá íbúa sem gerðu athugasemd á sínu tíma. Þannig að við báðum hér fund á sínu tíma sem að urðu svona endaslegtir. Íbúar höfðu beðið fund með vara og aðalmönnum í skipulags- og umhverfisráði, sem var ekki. Og það voru svona misvísandi sögur af þeim fundum sem voru á þeim tímapunkti, en með þær upplýsingar sem ég hef hefur ekki verið blásið til fundar síðan það var allavega. Þannig að með þær upplýsingar sem ég hef í þessu, þá þetta ekki tillaga sem að allavega þeim íbúum sem ég hef ekki hugast. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson málið gjörðu svo vel. Það er eitthvað sem við bæjarfulltrúar, ég þarf ekki að lengja þessu umræðu mikið, en ég er samt að halda mig við mína fyrri yfirlýsingu það að þau fjarlægðarmörk sem voru rædd í samskiptum og ákvæði við þetta ákveðna íbúana, ég get ekki sagt að við rættum alla í hverjum, það er ekki svo. Það voru aðeins sem mótmæltu og það var horft á sérstök fjarlægðarmörk í þeim efnum. Og í þessari tillögu og reyndar í undangengum tillögu var þeim sjónarmiðum mætt. Það kann vel að vera og fólk þetta heimilt að skipta skoðun. Það getur vel að vera að íbúarnir hafa skipt skoðun eða að telja ekki nóg að gera. Þessari stund, það kemur þá bara í ljós þegar þessi skipulagslýsing fer í auglýsingu og við fáum þá væntanlega betrumbætur á henni. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og þá held ég að mælendaskrá sé tæmd, eitthvað vilja kveða sér hljóðs í lokin. Svo ekki og eins og fram hefur komið að þá hér lagt til að fyrirliggjandi skipulagslýsing fari í auglýsingu
og eins og kom fram í máli formanns skipulags- og umhverfisráðs að þá gefst þar með bæjarbúum kostur á að kynna sér lýsinguna og koma með athugasemdir. Þá ber ég þetta undir atkvæði. Þeir sem samþykkja að skipulagslýsing vegna aðal- og deiliskipulags skógarhverfis áfanga 3A og 3C og Garðalundar verði auglýst. Þeir beðnir að gefa merki. Sem samþykkja. Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einhver á móti. Það er 1 á móti og 2 bæjarfulltrúar sitja hjá við atkvæðagreiðslu. Þá förum við í 9. fundarlið, hann hefur málsnúmeri 20.01.002. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2020. Hér eru lagðar fram 3 fundargerðir, nr. 3411 frá 14. apríl síðastliðnum, nr. 3412 frá 16. apríl síðastliðnum og 3413 frá 22. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessar 3 fundargerðir. Það er enginn sem guðjú, það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Getur þetta til bæjarins? Já. Takk fyrir. Forseti, getur bæjarfulltrúar þessu mörg mál undir þessum fundargerðum öllum sem að búið að tala hér í dag sem snýr að COVID og ársreikningsuppgjöri. En mér langar þó að fylgja eftir máli sem að ég óskaði eftir á sínu tíma að kæmi inn til bæjarráðs og það heitir verkefni Karlar í skúrum. Og þarna fengum við á fundinn til okkar sem var svona fjarfundur og það fengum við fulltrúa velferðarsviðinu. Við fengum fulltrúa frá Rauða krossinum á Akranesi og svo kom Hörður Sturluson sem er verkefnastjóri hjá Rauða krossinum og hefur stýrt þessu verkefni í Hafnarfirði, Patró og Breiðholti að mig minnir. Og það sem hann lýsti hvernig svona verkefnum hefur tekist að komast á laggirnar og ég verð bara að segja það að ég var ennþá hrifnari af þessari hugmynd og var ég þó hrifin þegar ég bað að þeir eru tekið upp. Og mér finnst þetta bara steinliggja að fara af stað með þetta verkefni í kynningu strax í haust og fara núna og helst í gær að reyna að huga húsnæði fyrir þetta verkefni. Þetta er mjög sjálfbært, þarna borga menn litla leigu og halda svona ákveðin samfélag. Þá að mestu karlmenn og sem eru að sinna einhverju tómstund eða smíðum eða eitthvað slíku sem að kemur algjörlega í veg fyrir það að þegar karlmenn hætta að vinna að þá hættir þeim oft til að einangrast og þeir eru svona minni félagsverur oft á tíðum heldur en við konurnar sem eru kannski margar hverju 2 og 3 svona saumakjartaklúbbum. En þá er þetta verkefni sem að hefur tekist gríðarlega vel og þarna fá þau bara tækifæri til þess að búa til svolítið sitt samfélag. Ég velti líka upp hugmyndum á þessum fundi hvort við gætum rekið þetta saman með annarri starfsemi og komið og blásið lífi í FabLab. Setrið okkar og þau tól og tæki sem við eigum þar og jafnvel með hver. Og finnst mér mjög spennandi að geta reyna að skoða það á næstu dögum hvort að við sjáum samlegð í þessu og hvort að við sjáum hentugt húsnæði sem gæti hýst þetta en þó þannig að þessir aðilar væri með sitt afdrep út af fyrir sig. En það er margt þarna inni sem getur kyrst saman. Þannig að ég vil bara þakka fyrir þær umræður sem áttu sér stað á þessum fundi og þær upplýsingar sem við fengum. Og maður veit að það er eitthvað í burðarliðnum að mér heyrist í Kópavogi og Mosfellsbæ og yrði það frábært ef að við
yrðum þá næsta sveitarfélag á eftir. Ég ætla bara að hvetja ykkur í meirihlutanum að fylgja þessu vel eftir og reynum að halda svona kynningafundi að hausti. Ég held að það er svo sem ekkert annað í þessum fundagerðum sem að ég vil vekja frekar athygli á. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir biður um orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á að hlýða. Það er rétt sem kemur fram í máli bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttir að mikill hluti af þessum fundargerðum bæjarráðs snúa að málum sem við erum búin að afgreiða hér á þessum fundi. Það varðar viðauka og ársreikning. En mér langaði rauninni bara að taka undir orðina að það er rétt sem hún segir, hún stakk upp á og óskaði eftir því að þetta mál kæmi inn á fund bæjarráðs og ég verð líka að segja fyrir mitt leyti að ég var stór hrifin af þessu verkefni og það var allavega niðurstaða umræðu í bæjarráði að við vorum að fela bæjarstjóra ásamt sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs að vinna málið áfram og hugmyndin væri að geta haldið kynningafund og með haustinu til að vinna þetta verkefni. Hvað varðar húsnæði þá til dæmis á Patreksfirði þá er þetta í gömlum beitingaskúrum og bara lítið huggulegt pláss sem er notalegt. Og ég er þess fullviss það að annaðhvort getum við fundið samlegar áhrif með einhverjum öðrum verkefnum eða nýtt þá húsnæði sem er ekki í notkun núna. Annað sem ég langaði kannski aðeins að koma inn á varðar dagskrárlið nr. 2 í fundi 3413. Og það er kannski bara þar að vekja athygli á því á þriðja lið að nú er loksins sem allavega skóla- og frístundastarf að hefjast á nýju af fullum krafti eins og var fyrir COVID og þarna er rauninni bæjarráð bara að árétta það og samþykkja í rauninni að því að við þurfum að veita fulla þjónustu aftur á öllum okkar stofnunum sem heyra þarna undir að gjaldskrár verði þá í samræmi við það og síðan einmitt dagskrárliður númer 4 eða liður númer 4 undir sama lið sem er ljósabekkir sundfélagsins að og þarna í rauninni er bæjarráð að fela sviðsstjórum stjórnsýslu og fjármálasviðs og skóla- og frístundasviðs að semja við sundfélagið slit á þessu fyrirkomulagi sem hefur verið til margra ára varðandi rekstur ljósabekkja á Jaðarsbökkum en þörfur á annars konar nýtingu á viðkomandi rýmum sem snýr meðal annars að því að stækka búningsklefa Jaðarsbakkalaugar og vera með betra aðgengi fyrir alla þar inni. Það er líka undir þessu dagskrárlið númer 2. Það var erindi frá aðildarfélögum íþróttabandalagsins þar sem þau voru raunin að fara yfir þá þætti sem snúa að COVID og mögulegum áhrifum á rekstur þeirra. Það var bara mjög greinargott yfirlit og ég vil bara þakka framkvæmdastjóra IA og aðildarfélögum fyrir þessar upplýsingar og þarna samþykkti bæjarráð þá ósk að félagana íþróttamannvirki Akranesskaupstað Vesturgötu verið opin út júní til aðildarfélögin geti haldið æfingu lengur inn í sumari til að koma á móts við iðkendur og þar að leiðandi jafnvel kannski þurfa að borga minna tilbaka af æfingagjöldum vegna æfingar sem fjallu niður þannig að þetta voru 1.370.000 sem að bæjarráð samþykkti þarna. Síðan er bara næstu fundur bæjarráðs á fimmtudaginn og dagskrá væntanleg innan tíðar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óskast eftir að fundargerð bæjarráðs svo er ekki og eru þar með fundargerðir bæjarráðs númer 3411 til og með 3413 lagðar fram.
10. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.005. Þetta er fundargerð skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og hér er lögð fram 151. fundargerð frá 20. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, það er bæjarfulltrúar. Mér langar reyndar bara að koma inn á eitt lið, lið nr. 7, mál nr. 20.01.208, það er sláttur á opnum svæðum. Það var opnuð tilbúðum daginn og þarna langar bara að lýsa ánægju með þá bæði að verktakinn sé skagamaður og að við jafnframt fengi bara mjög gott tilboð í þetta. Lægsta boðið er upp á 37,7 milljónir meðan kostnaðaráætlanir upp á 46. En þess að geta hæsta boðið var 93 milljónir, þannig að menn hefðu greinilega allavega misjafna sína það hversu umfangsmikið þetta væri. En bara, já, lýsa þér ánægju með verktaka og hérna upphæðir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að vilja taka til máls 10. fundarlið. Svo er ekki og þá þar með 151. fundargerð skipulags- og umhverfisráðs lögð fram. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.004. Þetta eru skóla- og frístundaráð fundargerðir á árinu 2020 og lögð er fram 128. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem að okkur hlýða. Ég ætla bara rétt að tala eitt 3. lið í fundargerðinni sem snýr að aðgerðum Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. Og þar erum við að fjalla óöryggi í atvinnumálum ungmenna og þeirra sem eru 18 ára eldri á Akranesi núna í sumar. Akraneskaupstaðar hefur bara undanfarin ár boðið 17 ára unglingum starf. En það er bara fyrir séð að breytingar eru á bara miklu ólíklegra nú heldur en áður að ungt fólk sem er 18 ára eldri fái starf og því óskuðum við eftir því í skóla- og frístundaráði við bæjarráð að huga að stöðu ungmenna og þeirra sem er orðin 18 ára og hafa þörf fyrir vinnu að koma til sumri með vísinni aðgerðapakka Akraneskaupstaðar vegna COVID-19. Og jafnframt óskuðum við eftir því að sviðsstjórar skóla- og frístundasviðs, skipulags- og umhverfissviðs og velferðar- og mannréttindasviðs meti stöðuna með Vinnumálastofnun og komi með upplýsingar á næsta fund skóla- og frístundaráðs sem er á þriðjudaginn í næstu viku og verði mótið tillögur í samræmi við aðgerðaáætlun ríkisstjórnar sem kom núna 21. apríl. Og þetta er svo sem kannski eina sem ég vildi koma inn á en það er bara mikilvægur hlutur fyrir okkur sem bæjarfélag að styðja við bara fólk á öllum aldri í vinnu og sérstaklega hlúa þessu unga fólki, að þau fái vinnu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo er ekki. Og bæjarstjóri Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, ég ætla Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er sem á hlýða. Ég ætlaði bara rétt að minnast á að Samband íslenskra sveitarfélaga óskaði eftir svona óformlega að heyra bara hugmyndir hvað væri hægt að fara í út frá þessari aðgerðaráætlun. Og við fengum sólarhring til þess að senda inn og svo síðan á beiðnin eftir að koma formlega til okkar. Þannig að við sendum frá okkur bara embættismennir hugmyndir og síðan á það eftir að fara í umræðu inn í ráðan. Bara þannig að þá gerir ég ráð fyrir að þetta taki miklum breytingum en það er bara til þess að við höfum sett einhverjar hugmyndir frá okkur. Lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Eru fleiri sem að skiptir að taka til máls. Svo er ekki og er þá þar með 128. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram. 12. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.003. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020
og lögðu fram 125. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 22. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem að biður sér hljóðs. Og þar með er þessi fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs nr. 125 lögð fram. 13. fundarliður hefur málsnúmer 20.01.014 til fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2020. Lögðu fram fundargerð nr. 191 frá 17. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð Faxaflóahafna. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski hérna til öðrum lið. Það var samantekt hvernig reksturinn var að þróast og hafnarstjóri birti okkur ákveðna mynd sem að spá líka, aðstoðarhafnarstjóri sem getur orðið nokkuð dölt ef að eignast upp á Vestaveg og það er ljóst að það muni verða horft til verkefna sem Faxaflóahafnir eru með á sinni könnu og það gæti komið til þess að verkefni meiri forgangsraða og þá væri kannski frekar horft til að fara í verkefni þar sem ekki væri mikið efniskaup. Það gæti sett ákveðinn þrýsting á framkvæmdir hér sem fyrirhugaðar eru við Akraneshöfn. Það gæti tekið breytingu. Þannig ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að vera á varðbergi og fylgja vel eftir málum okkar varðandi hafnarframkvæmdirnar. Það dragist ekki hófi, allavega það er ekki hægt við það. Það sé mikilvægt. Og kannski svona til gamans þá hægt að nefna líka 15 mála sem var verið að samþykkja styrki og varðandi styrk. Og Skorradalur óskar eftir styrk upp á 2 milljónir króna til að merkja hvar Skorradalur byrjaði og hvar endaði. Og við vildum meina, minnstu kosti, fulltrúar Akraness í stjórninni að þetta væri góðkristi því að það væri fyrir að leggja þessa sveitarfélag niður eftir 2 ár. En oddviti Skorradalur er mjög einarður í sinni baráttu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir orð Ólafs Adolfssonar hérna, bæjarfulltrúi Ólafs Adolfssonar. Í lið 5 þá, eins og hann kom inn á, að það náttúrulega er þetta sjálfsögðu einnótaskilti. Í lið 2 þá er þetta náttúrulega, lítur þetta alls ekki nógu vel út eins og staðan er núna. Það náttúrulega það eru öll þau skemmtiferðaskip sem áður voru bókuð er náttúrulega dottin út. Það eru minni flutningar og annað, en við komum þeim skilaboðum sterkt að við varum hugsanlega til í að ræða frestun framkvæmda en þessum framkvæmda eru ekki slegið af. Eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á, það náttúrulega er mjög stór hluti af þessar framkvæmdir efniskaup, stálkaup og eins og gengið í dag þá er það ekki mjög hagstæð kaup. Þannig að við þurfum bara að vera á tánum og passa að halda þessu vel að þegar ráðrúm verður til. Takk fyrir. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem að óska eftir að ræða fundargerð Faxaflóahafna? Svo er ekki og þar með er fundargerð stjórnar Faxaflóahafna nr. 191 lögð fram. Meira er ekki á dagskrá fundarins. Ég vil bara í lok fundar taka undir hamingjuóskir til bæjarfulltrúa Karls Jóhanns Grens með sinn fyrsta fund og
það er ekki allir sem að taka til máls á sínu fyrsta fundi og bara til hamingju með það líka. Og vonum samt eftir að sjá bæjarfulltrúa Sandra Margréti Sigurjónsdóttur á næsta fundi. Þó að þessi fundur hafi verið ánægjulegur. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar og ég segi fundi slitið. Er búin að taka hljóðið af? Ertu búin að slagast? Þennan. Þannig að teka því. Helviti slökkan. Ég er að segja ykkur eitt með faxaflóðarnir því ég er búin að fá staðfest það sem búin að slökka. Það er hringir hjá mér. Nei, það er svo bara... Ég er nú að skipta þess. Það var að skipta það ekki. Það er bara slökkt.